verið að ræða fjármálaáætlun eða álit fjármálaráðs á fjármálaáætlun í þinginu í dag og Ásgeir Brynjar Torfason, þú varst í fjármálaráði langa stund. Já, alveg frá því að var stofnað og þangað til í fyrra. Ég held í dag var á þinginu bara framhalda fyrstu umræðunni. Þannig að ráðherrarnir voru að tala fyrir sínum Já, það er ekki komið álit fjármálaráðs. En áliti kom fyrir helgi, sko. Þannig ég fór náttúrulega að lesa það. Þannig að þetta er svona... Og það verður að vera til umræðu í þinginu innan 2 vikna, eða ekki? Já, jú, ráðið fær bara 2 vikur frá því hún er lögð fram og til þess að skrifa sitt álit, en síðan er stundum bið hvenar seinni umræðan fyrir í gang. Það eru líka fleiri stéttarfélögin og fleiri sendin umsagnir, en þetta er svona hinn lógformlega og aðal mikilvægasta greining og það var alveg 92 sína álitsgerð, þannig að þetta Er hann með okkur hérna Ragnar Þór Ingólfsson sem ætlar að ræða við mig merkefnismál hérna á eftir. Þannig að við erum svona frjálslugu þáttur núna að við blöndum þessu saman. Já, ég meina, og það er mikið talað núna eins og áður og hefur verið talað frá því fyrir að samspila á milli peningamálastefnu Seðlabankans og opinberu fjármálastefnunar eða ekki, það er ekki rétt að kalla það ríkisfjármálastefnuna af því ég vil ekki áherslu á það þessi nýju lög opinberu fjármál sem fóru í vinnslu með hjálp frá IMF eftir hrun og tók mörg ára að skrifa, kom okkur svolítið svona upp á sama level önnur lönd að þau fela í sér það í að horfa á hið opinbera í heild og þar með sveitarfélögin sem er í klemmu þessa dagana mörg þeirra. Já, og sem er hluti af þessu vaxtahækkunar æði að því að það náttúrulega kemur harkalega við Býtur þá sem verst standa, þá sem skulda mest. Já, hvort sem það er varandi heimilin eða sveitarfélögin sem skulda mest, það verður mestur uppbyggingu eða löndin, fátækurlöndin í heiminum sem skulda mest. Það var bara að kalla eftir því á vorfundunum hjá IMF í síðustu viku og þurfti að afskrifa skuldir fyrir fátækurlöndin. Þetta er andstyggileg lækning á meini vaxtahækkun að síga eða gera líf þeirra sem standa illa óbærilegt og okkur öðrum til heilla. Og aftur kemur hér þá í ljós þegar við erum svona í fremstu röð í heiminum að hækka vexti og hækka á mest og gæta þess harðast að ná neikvæðum raunvöxtum burtu því að kapitaleigendurnir þurfa sérstaklega mikið á Íslandi að fá jákvæða ávöxtun meðan í öðrum löndum hefur það verið viðvarandi neikvætt vaxtastig ansi lengi en það verður þannig illa varðandi eins og við sáum í fréttunum helgina sveitarfélög sem hafa verið mikil uppbyggingu þurfa að byggja skóla leikskóla því að fluttu þangað margir. Fjárfesta fyrir framtíðina út á framtíðatekjur sem að koma vegna þess að það er að flytja inn í sveitarfélagið nýjir íbúar. Þannig að þetta virkar eins og no-brainer að þú leggur götur og setur leikskóla og skóla en allt í einu er það bara orðið vandamál. Já, að því að sérstaklega því að vextinir eru orðnir svo háir og það er svo dýrt að Rökin hafi ekki verið Ásgeir Brynjar að vaxtabyrðin sé orðið nóg mikil að það drægi úr getu sveitarfélagana til þess að veita þjónustu heldur er það að þau fara yfir einhverju mörk sem eru sett í lögum að ekki vera hærri en 160% af tekjum. Já, einmitt. Er það eðlilegt að það séu sömu mörkin hjá þeim sem er að vaxa yfir 100% á 15 árum eins og Árborg eða 50% á 7 árum eins og Reykjanesbær og svo sveitarfélagum sem eru eiginlega að skreppa saman? Er eðlilegt að sé sama? Nei, það þarna er vandinn sá að annars vegar að horfa á aðgreining á milli reksturs og fjárfestinga og hins vegar þess að hvort sem er verið að reka þjóðfélag, ríki eða sveitarfélag heimili í vaxtarástandi eða í samdrætti. En hér er náttúrulega með vaxtahækkunum Seðlabankans verið að reyna að búa til samdrátt en á meðan er samt komu 11.000 nýjir íbúar til landsins í fyrra í viðbótum við þá sem fættust þannig að og svo er ferðamanna
bólan vaxandi, þannig að það þenst út þörfin og það komu fleiri börn í COVID, þannig að það koma svona smá kúfur í því sem þarf að byggja leikskóla fyrir eftir svona 2-3 ár. Það nú komið bara hluta til ástandið niður í ráðhúsi, foreldrarnir sem komið með börnin sem þangað. Þetta eru COVID-börnin. Já. Og ég fór að kanna þetta. Þetta svona kannski svona 14-18% fleiri börn heldur en í venjulegum. Það getur munað það er ekki pláss fyrir alla. Sérstaklega það bæta sig 14%, það var náttúrulega ekki pláss fyrir. Þetta eins og með spítalan í COVID-19 sjálfu. Ef þú keyrir kerfið alveg við ystu mörk, þú hefur engan hvorki slaka eða svona resilience, það að segja að kerfið þolir ekki að því það alveg ég meina, þetta út að keyra bílinn alveg í botni og getur ekki skipt upp ég meina, þetta ekki gott, það bræðir sér úr vélinni bara, þannig að við erum svolítið þar. Ásgeir, því að ég vil langar að spyrja hver hérna sýnin í þessari fjármálaáætlun, að því að við erum með Ragnar Þór hérna og Þóra Neyfjörð formaður Samhengis kemur hérna eftir. En áður við komum að því, hver helstu atriðin sem að fjármálaráður bendir á? Það eru þannig beittir hnífar eða broddar en svona pakkaðar inn í ekki bómul en kannski svona eldúrsúlu pappír. Það getur hættulegt þegar maður grípur það. Það er að segja, þau eru kursteis í framsendingunni, en ef ég skrapa aðeins utan af að þá þarna sem ég var ánað með að sjá svolítil beinskitt og beintgagnrýni. Og á hvað? Já, þau svona ef ég fer bara hratt yfir samantektina að þá það að þau gagnrýna að hallarekstur í núverandi efnahagsþenslu ástandi og það var ekkert að því að keyra í halla í gegnum COVID. Vandinn var hins vegar að það var ekki næg tekjuöflun á móti útgjöldunum fyrir COVID í 2019 og svo náttúrulega öllu sleftlausu í útgjöldum gegnum COVID en það var svo erfitt að þú ætlar hann að fara að ná rennilásnum aftur saman en hann var ekki einu sinni komin í og nú það var haft opið meðan að við fórum í gegnum faraldurinn en nú svolítið erfitt bara að ná að fara að renna fyrir pokan, þannig að svo kom út af verðbólgunni svona fróða eða aukin tekjuöflun í fyrra en henni var aldrei eitt í fjáraukalögum sem hefði átt að nota til þess að minnka gatið. Já, þau segja það í álitinu. En hvað segir þú? Og ég vil að það sé skoðað í hverju tilfelli að hvað verið að gera og þess vegna svo vont að það var að rifa áður og hún svo gífulega vaxandi núna. Mér finnst það ekki sniðugt að þessu hafi öllu verið spreðað út í fjáraukalögunum af því að það vinnur gegn því sem hugmyndin lögin að það eigi að vera langtíma 5 ára plan og menni að hugsa þetta en hér eins og svona vertíðar stemming í því. Ég hins vegar á hinbóin hefði geta alveg séð fyrir mér aukin útgjöld á vissum svona targetirðum sviðum til að takast á við vandan sem kom upp í fyrra sem var ekki COVID heldur stríð og verðbólga. En þá hefði verja þá inn að tekju lægstu fyrir afleiðingum dýrtíðarinnar. Já, og það það sem var gert úti. Það var gert úti en það var ekki gert hér. Þannig að þetta svona bæði hérna vont að það hafi ekki verið dregið úr COVID að gera nú mikið en líka kannski vont að hafi ekki notað hluta af sögurúmunu þá í að bregðast við því. En ekki líka bara í sjálfstætt hættulegt að nota svona froðu eins og þú segir sem kemur vegna þess að þú ert eitthvað ríkissjóð og svo kemur verðbólga þá kemur fyrst inn svona auka tekjur vegna þess að það bara hærri virðisaukaskattur og ef það launaskriða þá hærri tekjuskattur heldur að vera ráð fyrir gert og það fær svona auka tekjur en hins vegar útgjöldi meir og minna tengd fjárlögum og fastar uppæðir þannig að þú fær svona auka pening. Ef þú eyðir þessu þá getur lent í ansi miklu vanda því að þetta eiginlega svona falsk
Þetta svolítið fölsk góðstaða. Og það hef ég einna mestar ágjör af í þessu núna, að það sé í viðbót við hitt og viðbót við það að COVID svona eðslan hafi haldið of lengi áfram og hér var fjármálareglunum sleppt eða það er teknar á sambandi lengur en í öllum öðrum löndum fram til 2026. Þannig að það er ekkert aðhald fyrir bara á næsta kjörtímabili og það verður hér búið að skapa ansi svona slæmt ástand fyrir öll þessi nýju börn sem komu undir í COVID og það er nú ekki COVID lengur, nú fækka börnunum aftur. Já, við skulum sjá til en það er líka mikið fólk að flytja til landsins þannig að við erum að setja þennan halla, þessi útgjöld á skattgreiðendur framtíðarinnar þannig að það er í raun og veru vandinn. Og ég má halda áfram með þetta, er þetta ekki líka þannig að ef að því að við hlustur á það sem ráðherrarnir að segja og ekki síst Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hann hefur bent á allt inni kom hugtaki frumjöfnuður, að við ætlum að horfa á hann og hann hefði batnað og verið jákvæður. Að sömuleyti er hann jákvæður út af þessu fróðu sem við erum að tala um. Og það er punktur sem þau eru með að það er þó búið að koma inn í áætlunina hagsveiflulegri þann en þar kemur aftur vandinn og ég má aftur snúa því að sveitafélagunum að svona, það er almennt sér talað um að ríkið eigi að svona, ekki að auka þensluna í uppsveiflu og ríkið eigi frekar að koma sterkar inn í niðursveiflu og taka þá meira til hendinni en síðan erum við bara búin að vera í svo svakalegu ástandi síðustu 3 ár, fyrst með heimsfaraldur og svo með stríð og í raun og veru byrju við þegar ég byrjaði fjármálaráð 2016 þegar lögin byrja að þá erum við bara með hellings uppsafnaðan halla á ekki rekstrarhalla heldur fjárfestingahalla, það er að segja innviðahalla, það hafði ekki verið gert neitt eftir hrun í mörg ár í viðhaldi bæði vega eða skólahúsnæðis eða allt mögulegt. Þannig að það bætti kannski rekstrarhallan þessi erfiðu ár þegar eftir hrunið þegar tekjuna voru litlar og þurfti að vinna sig upp úr þeirri kreppu en hún hverfur ekkert fjárfestingatörfin í vegunum og hann er bara fresta þannig að innviða átækið sem var aukin útgjöld 16, 17, 18, 19 var í raun og veru bara alltaf jafn upp það sem var ekki gert árun undan þannig að það er ekki eins og að það hefur verið sérlega mikið átak heldur bara svona koma mínusnum upp á 0 en á hinbóin kemur síðan pælingin í því hve mikið er hægt að vera að reka samneysluna ríki og sveitafélög sem einhvers konar hagsveiflu stýritæki þannig að ríkið megi ekki gera neina fjárfestingar ef það er þensla í hagkerfinu. Bjarni segir þetta, hann segir að nú sé krafan það að ríkisvaldi drægi sér til hlés út af vexti í hagkerfinu. Já, þetta er svona nýfrálsiki hugmyndafræðin og þá er líka einmitt nota tækifærið í þannig ástandi til að þá selja helst svolítið af eignum ríkissjóðs eða koma hlut af rekstrinum yfir á einkaðila en ef það er rekstur sem felur í sér að hann er greiddur á samleysinu þá er það bara tilflutningur á hver það er verið að gera það, þetta er plön í vegakerfinu og víðar sem er að öllum líkindum jáfnvel bara dýrar það var heldur til lengri tíma, ég held að viti það allir en það er eins og að gert vegna þess að ríkið á ekki fyrir þessu að byggja Ölfusárbrú en það sé ykkur aðrir einkaaðilar sem eiga efnaði. Já, ríkið á alveg fyrir því, það getur bara tekið lán fyrir því og það snýst á hvað vextinir af því lán eru. Þeir eru lægri fyrir ríkið heldur en einkaaðila sem þarf líka að fá ávöxtun á eigið fé. Þannig að það er í sjálfu sér bara einfalt útreikningsdæmi og það að setja vissa þætti af hringveginum inn í svoleiðis að því að það Evrópureglunar segja að það má fara í svona einkaregna innviði ef það er önnur leið fær þannig að því það er brúin yfir Óseyrarbrúna að þá má rukka en sko þetta er ég þarf að sjá skýrari gögnum að það sé hagkvæmni í því að einkaðilar byggja Ölfusárbrú frekar en vegagerðin. Ég menn eftir skýrslu frá bresku ríkisendurskoðunni fyrir, ég held að það er svona ekki 10 ár síðan hún kom út.
þar sem við tókum með minni 639 verkefni þar sem hefði verið svona útvistun og enga framkvæmdir og komist að því að ég tala var svo há það var eitthvað 610 hafi verið óhagkvæmari og restin verður svona erfitt að meta en örugglega ekki hagkvæmari þannig þetta er alveg vitað að til lengri tíma að þá er engin hagkvæmni í þessu fyrir þjóðarbúið að hleypa þessu yfir einkaframkvæmdir. Nei og það verður bara að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig. Ég meina það er og við erum minna skuldsettir en önnur lönd þannig að það er ekki eins og það ætti að vera hamlandi þáttur í því ef þetta eru góðar framkvæmdir. Þarna þarf að greina á milli góðrar fjárfestingar eða einhverja gæluverkefni eða kjördæmapóts eða einhverjar brýr inn heim til ráðherra til kjósenda versus að svo ekki hægt að malbika veginn upp í Heiðmörk því að það er enginn sem býr, það er enginn kjósandi þar en allir sem að fara að labba í skóginum upp í Heiðmörk þurfa að eyðileggja demparan á bílnum í hólum á veginn. Herðu áskipirinn, hérna eru tveir formenn stóra verkefnisfélaga Ragnar Þór Ingólfsson í VFR og Þórarinn Eyfjörð formaður Samíkis. Þeir eru að fara í kjaraviðræður í haust sem að svona miða við svona efnahagsástandið getur verið í mjög mikilvægar kjaraviðræður, horfa allir á það. Það er reyndar við alla kjaraviðræður ég man ekki, er það ekki Ragnar, það er ekki allar kjaraviðræður sem þú ert ekki þátt í hafa verið þær mikilvægastu frá upphafi? Jú, það er nú eiginlega að segja það. Það væri alveg hægt að halda þig fram að komandi kjaraviðræður væru það. Það er meðal annars út af þessu skammtímasamningum þá er svona fresta því sem að verkalýðshreyfingin hefur verið að byggja undir í mörg árum að stjórnvöld verða að koma inn með átak í húsnæðismálum, í skattamálum, í endurreisn velferðarkerfisins og þar fram til götunum. Það er dýrtíð, það er það er mikil spenna í þessu. Hver eru skilaboðin úr fjármála áætluninni til þessara herramanna hér? Já, og ég var bara búin með fyrstu síðuna af 3 í samantektinni frá áliti fjármálaráðs. Áætlunin sjálf er náttúrulega aðrar 300 síður en ef ég má til að ramma þetta inn og klára að fara við punktana við erum að lifa í algjörum vendipunkti eða veðraskilum varðandi þetta með vaxtahækkanir út allan heim og verðbólguástandið. Sjáum bara fréttir frá Noregi í dag þar sem voru samþykkt verkföll og þannig ástand hjá sáttasemjara að ekki hefur þekkt síðan í seinna stríði. Það eru verkföll upp á hvern dag í Þýskalandi. Já, og Frakklandi, Breitlandi, það kom á leiðinni hérna inn á New York Times breaking news hjá mér að 100 sögundar í Hollywood voru samþykkja verkfall, þannig að þeir verði ekki skrifuð hérna 100 fyrir seríurnar. Þetta er eiginlega einu verkalýðsmennir í heiminu sem er ekki verkfalli. Þannig að það ætti að hafa komið fram í þessari fjármálaáætlun stefnumörkunin til næstu 5 ára til að auðvelda það að hér var hægt að ná góðum samningum haust. Alveg eins og það hefði átt að koma fram í fjármálaáætluninni fyrir ári í apríl í fyrra verðbólguaðgerðirnar. Það er algjör miskilningur að verðbólguaðgerðirnar hefði átt að koma í þessari fjármálaáætlun fyrir 24 til 8. Í fyrra átt að gera það, núna átt að gera Þú býrð á Íslandi og þá er hefðin svo að stjórnvöld í aðdraganda kjarasamninga sín ekki á spilin. Þannig að þau kom ekki með neitt heldur verða þessir menn að sækja það. Hvort sem það eru hækkun barnabóta eða húsalegubóta eða jafnvel bara lagfæringar og persónuafslætti. Og svona hefur þetta kannski verið en lögin opinber fjármál voru sett eftir síðasta hrun til að uppfæra okkur á svolítið nýjastaðins og önnur lönd höfðu kannski verið í 5 eða 10 eða 15, 20 ár og það getur vel verið að það hef einhvern tíma verið snjallt þetta gefi ekki út í forsendu fjárlaga hve mikið ætti að fara að auka útgjöld í launaliðin af því að það væri eitthvað veikar í samningsstað þá. Á hinn bóginn er ekkert flókið að sjá það sem er tekið varúðarsjóðin þetta eru 1% þarna og þetta eru 2% þarna og síðan er það náttúrulega bara hagvöxturinn og framleiðniaukningin sem stýrir því og á hinn bóginn
tekjuöflunin, hvernig á að ná inn tekjum í ríkissjóð, þannig að sko að ég hefði búist við í svona rosalega ástandi, sérstaklega þegar búið að ná fram erfiðum stuttum samningum að þá ef að menn hefðu viljað reyna að ná stöðuleika, ná öllum í að róa í sömu átt, tala þetta samspil eins og að vera milli peninga eins og menn hafa að tala með allavega það þarf þjóðarsótt, segja menn en þá sko finnst mér svolítið furðulegt að ætla að keyra samkvæmt þessu gamla fjárlagaráðuneyti stílnum að loka og halda, veit ekki upplýsingar, veit ekki aðgang á gögnum, umboðsmaður Alþingis að kvarta við því, þú veist, og sjá til ríkisendurskoðandi getur ekki fara að gera úttekt á fjármálaráðuneytinu, þannig að sko þarna þó allavega fjármálaráðið eini aðilinn sem með smá utanaðkomandi yfirsýn og gagnrýni á bæði fjárlaganefnd þingsins og fjármálaráðuneytið, en þau fara, ef ég klára að fara við punktana, ekki mikið á þetta annað en það kemur einn punktur í lokin hjá þeim sko að það sé ágefni að framleiðinni hafi ekki aukist í landinu. Þannig að aukin framleiðinni lykillinn að sjálfbærni opinberra fjármála og síðan ef ég tala hratt gagnsæi í opinberum fjármálum óbátavant, það þetta með að það geti allt flætt út í fjáraukalögunum með að koma aukna tekjur, það ekki gott til að ætla að fara inn í kjarasamningarna af ábyrgum hætti fyrir opinbera, þannig að sko að það sko svolítið ágefni, þau tala gott samspil opinbera fjármála og peningastjórnar. Ekki talar, nöðsilegt en þar vill enginn samt ræða þá grundvallar staðreind að þessi hækkun stýrivaxtana líka hækkun á grunnvöxtum, þar að segja vöxtum ríkis tryggðara lána. Það nokkurn veginn svona samsvarandi þar á milli. Ég meina í Bandaríkjunum stýrivaxti Seðlabankans álíka og 10 ára ríkisskuldabréf. Það þínir áhættulausu vextir sem síðan aðrir vextir byggjast ofan á með álagi. Þannig að svo leggja þau til að það mætti skoða kost og galla útgjaldareglu. Það regla bara hver útgjöldin megi aukast mikið, sem ekki reglunar sem voru hallan og skuldahlutfall sem voru teknar úr sambandi. En þetta ekki svona enn nýfrálsíkjureglan þau bútar? Já, sko hún ég myndi kalla þessa reglu meiri svona bókhaldsreglu, bara eins og bóndi eða pípari myndi reka sinn rekstur að miðað við fastakostnaðinn og miðað við svona mikla tekjur að þá má eða svona miklu í útgjöld, ef að tekjunur auka svona mikið þá má þá eða svona mikið í þau útgjöld og þá hægt að hækka laun eða bæta við fólki en náttúrulega og svo síðasti punkturinn held ég varðandi sko breytingaþörfum ef sveitarfélögin eiga að spila með og það svolítið þessi vandi sem var mikið í umræðunni í helgin og í gær sko, ég meina þau náttúrulega sko ekki eins og ríkið að þau með skildur á útgjöldum og megnið að þeirra útgjöldum laun sem ég vil ríki einhverju leiti með í að semja þannig að kann ég ekki í þessum vinnumarkaðsmálum en það hangi svolítið saman samningan þannig að það sko þau hafa lítið frelsi við tekjuöflun já og við heyrðum nú bara sko fulltrúa meiri sig úr flokki fjármálaráðherrans úr sveitafélagi Silfrinu gerð bara tala að það þurfa að hækka skattana, það nú svolítið breyting, eða hækka útsvarið sko, þannig að vildi kannski fá lækkun þá tekjuskattamálunum, þá þarf að skera annars en sko aðal vandinn hér sem ég sé sá að ef mann ætla að vera í þessum leik eins og var að ríki reyna einhvern veginn að reka sjánulli og kasta boltanum yfir á sveitafélagin og flytja verkefnið þannig rekum við ekki samfélag saman og það ekki andi lagana opinber fjármál það hefur raunin já, en það verður að hætta þessu ríkið hefur bara hefði þessu svona áratugum saman já, en það gjör breyttur heimur það
ég meina, í COVID-inu var sýnt fram á að til dæmis alls konar margfaldara sem hafa verið notaði sem forsendur hjá IMF og fleirum að ríki að dragast tilbaka því það riði burstum virka ekki og eiga ekki við. Stríðið í Úkraínu sem kveikti verðbólguna sýnir fram á að við erum í allt annars konar ástandi en 1980 þegar verðbólga kom síðast og það eru allir að kljást við allan heim. Þannig það eru allir að gera hlutina á nýjan máta núna. Ég meina, IMF var með skýrslu síðustu viku að hagnaður fyrirtækjana megnið af verðbólgunni. Víxlverkun laun og verðlags, hann ekki að sjá í verðbólgutölunum allan heim núna. Ég bara vitni IMF, ég ekki að segja neina hérna. En hér var ekki talað annað fyrir þessa stuttukjarasamninga, en hér var hægt á höfrungahlaupi. Sólveig Anna var bara einhvers konar verðbólgu gríla að hún væri aðal ástæðan fyrir því að nú myndi kveikni verðbólgubálinu. Megin ástæðan fyrir því að vexti voru hækkaðir. Bjarni kom einmitt inn á þegar var að kynna fjármálaáætlun að stóra verkefni var að ná niður verðbólgu og þar var lykil þáttur í að kjarasamningar komandi kjarasamningar eru hófsamir og hófstiltir og hann setur þetta í algjörlega í eitthvað svona samasemmerki eins og það sé einhver áhrif þarna á milli sem að ekki hafa fundist allavega síðustu 20 árin. Nei, og sko, nú skipti ég aðeins gír hérna til að hita upp fyrir ykkur á því sem laumast í burtu, að hér á landi hafa verið kjarabætur meðan að í mörgum löndum eins og Bretlandi og Bandaríkjunum hefur verið engin raunlaunahækkun, engin raunkjarabót síðustu 10, 15, 20 ár sko. Þannig að hér hefur þó verið, en þá bendi ég á eftir hvar maður tekur viðmiðunarpunktinn og við hrunið hér var það 50% launalækkun sem var það ekki á hinum stöðunum. Þannig að sko, ef þú tekur byrjunarpunktinn hvort sem það fasteignaverð 2013 eða laun 2009 að það alltaf hægt að búa til þá niðurstöð sem hendar mann í röksemdafærslunum og það mín stærsta gagnrýni á fjármálaráðuneytið sem á að vera að vinna fyrir okkur að þeir séu að vinna eins og einhver auglýsingastofa eða lítalæknir fyrir ráðherran með tölfræðilega lígi byrjunarpunkta. Með tölfræðilega lígi. Já, sko að sminka þetta upp, að fegra þetta. Það er sagt að þetta lígi og hauga lígi og svo tölfræðilega lígi. Já, en það á bara að sýna 5 ár fram í tíman, 3 ár aftur í tíman og ef maður að tala kjarabætur þú veist, en það þýðir ekki að vera að rífast svona mikið tölur eða staðreyndir eða túlkun á tölum aftur á bak þegar maður stendur í miðri lífskjara krísu sem allir tala út allan heim og eins og við vorum að segja að sveitarfélögin sem standa illa, sveitarfélögin sem voru að vaksa eða þú veist heimilin sem ekki standa illa heldur, heimilin sem voru að vaksa eignast börn og kaupa starra húsnæði. En Ásgeir Bjarni segir heimilin hafa aldrei haft það betur. Já, aldrei skulda minna. Já, meðaltölin, já. Það er því að þriðjungur skuldar ekki neitt og næsti þriðjungur að borga 100 skall á mánuði þannig að meir en helmingur hefur það mjög gott og þar líka ekki búið að hækka skatta prósentu til þess að borga fyrir stríðið af COVID og það er engin þrotabú að fara að borga fyrir það hrun sem að við komum svo vel út úr síðast. Það tók nokkur ár, það voru erfið ár eftir hrun en svo fengum við allan peningin úr hérna þrotabúnum. Það ekki að koma núna. Það verður að taka á því og vinna úr því. Herru, Þórarinn og Ragnar, hvað fjármálaáætlun og svona þessi efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar, hvað skiptir þetta ykkur miklu máli í aðdraganda samninga í haust og vetur? Já, ég byrja. Já, sko ég svo sem kannski ekki lúslesi þetta kannski eins og Ásgeir en þeir punktar sem ég verið að nýta í eru þessi snúa að þessu stóru póstum sem við erum að fást við eins og hækkun á húsnæðislánum hjá þeim sem fest ekki vextina aðgerðir í húsnæðismálum og uppbyggingi þar og síðan í sjálfum sér bara viðhorfið gagnvart þessari vinnu sem við höfum verið að reyna að þrýsta í gegn
til þess að takast á við stóru tölurna sem að við erum að fást við sem að eru hækkun og húsnæðiskostnaði, hvort sem að sé á leigumarkaði eða stökkbreyting á afborgunum lána og það er alveg ljóst í mínum huga að stjórnvöld eru annarkvort meðvitað og ómeðvitað algjörlega fyrt fyrir þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir sérstaklega þegar að koma yfirlýsingar að hér eigi að byggja þetta margar íbúðir og hér eigi að gera hlutina svona og hins einn en það einhvern veginn alltaf stefna í öfuga átt bara ég tek sem dæmi að í fjármálaáætlun þá á að fella út endurgreiðslu og virðisaukaskatti vegna framkvæmda. Þetta kemur mjög illa niður á uppbygginguna hjá okkur í Bjargi í Búðafélagi. Þetta kostar okkur kringu 12.000 kall á fermetr. Þessi afturför allavega hún er mjög mikilvæg og það er verið að þrengja okkur náttúrulega með gríðalega háum fjármagnskostnaði bæði í skammtíma fjármögnun og síðan náttúrulega fjármagnskostnaður í langtíma fjármögnun hækka gríðalega eins og HMS átti að tryggja okkur hagkvæmari fjármögnun. Nú er þetta bara orðið markaðsfjármögnun og það er verið að þrengja svo mikið að þessari vinnu okkar í að byggja hagkvæmt húsnæði að ég hef orðið verulegar áhyggjur af því að við náum ekki að byggja inn í þær kríteríu sem okkur eru settar. Það er að segja varandi hámarks byggingakostnað og síðan hlutfall af tekjum sem að mega fara í leigu. Þannig að ofan á þetta er markaðurinn, verktakarnir, þeir eru að draga saman seglin og það er staðreind. Þannig að við erum að fara staðin er slæm en við erum að fara í öfuga átt og fjármálaáætlunin bendir rauninni bara til þess að ríkið ætlar að gera síst betra eða fyrir eitthvað verra ef eitthvað er til þess að reyna að bæta þessa stöðu. Að tala það að auka hér stoppframlög eitthvað slíkt. Við erum að skila þeim inn vegna þess að við erum ekki með byggingarhæfa lóðir. Markaðurinn nánast með þetta allt í höndunum. Við erum að fá símtöl frá eða fundarboð frá fasteignaþróunarfélögum sem að bjóða okkur lóðir sem þeir fengu á ágæti skjörum frá sveitarfélögum og reyna að koma þeim yfir til okkar og uppsprengdu verði 200 skall fermetrinn eða svo. Þannig að staðan allavega ég var allavega ekki bjartsýnni fyrir vikið og heyra síðan fjármálaráðherra einmitt tala þetta að helsti vandinn séu kjarasamningarnir í baráttunni gegn verðbólgu. Að það liggi svona grundvallar vandinn í því að ná niður verðbólgu og það er að vera með hóstilta og jafnvel bara gera að við getum ekki rauninni gert kröfur frekari kaupmáttaraukningu eða neitt slíkt. Er það liður í baráttu gegn verðbólgu, barátta sem mun leiða til hagsbóta fyrir launafólk að kostnaðurinn við byggingar á íbúðum Bjargs hækki 12 skall á fermetrin? Það er það snjöll efnahagsaðgerð. Já, þetta hjálpar okkur þetta gerir ástandið ennþá verra. Ég meina byggingakostnaður eru hækkað, fjármagnskostnaður eru hækkað, framkvæmdafjármögnun eru hækkað. Það er þess að hægja á til þess að vera minna byggt. Já, en þetta er að hafa mjög slæm áhrif okkur. Þetta eru stóru tölurnar. Ég meina við augljóslega náum ekki utanum þann vanda sem að blasi við okkar fólki sem að er að fá stökkbreyttan húsnæðiskostnað upp á 100, 150 og jafnvel 200 skall á mánuði. Við erum ekki að fara að sækja þessar tölur í gegnum launaliðin við samtök atvinnulífsins í vetur. Ég held að það hljóta að blasa við öllum og svo tökum við leigumarkaðin sem er náttúrulega bara reyn hörmung og bara hrikalegur. Mikið hættu ástand og mikla líkur á að ástand þar eftir að raðvesna. Og það sem er náttúrulega munurinn núna eins og í hruninu að þar voru ekki bara heimilin sem að voru að fara undir hamarinn, það voru fyrirtæki líka. Nú gengur atvinnulífinu hefur gengið alveg ótrúlega vel. Við erum að sjá fjármálakerfið, sjaldan hafa hagnast meira og hér er að verða bara, einu mestu verðmæta og bara fjármagnsflutningar frá almenningi og skuldsettum fyrirtækjum og heimilum yfir í fjármálakerfið bara frá hruni og fólk er að fara núna einu nýju útlánin hjá bönkunum eru verðtryggð lán og
ef að fólki finnst vextirnir hjá Arion banka á ofurtrúðu lánum upp á 9,2% húsnæðislán og síðan það viðbótarlánin sem að bera 10,6. Þetta bara sko lán nummer 1 svo lán nummer 2 það ber 10,6 og tekur verðtryggða lánið og við erum að sjá kannski, við erum með verðbólguspott 8,5% hagdeildin hjá VR næstu 12 mánuði að þá erum við að tala 12, 13, 14% eftir hvort við séum að horfa aftur í tíman eða fram í tíman sko vextirnir með verðbótum sem að fólk að greiða af þessum lánum og það náttúrulega blasir við að hér verður gríðarlega eigna upptaka á því sem að fólk hefur myndað hérna í eigið og svo áttu leigumarkaðurinn að sko samfélagslegu áhrifin sem að við erum að horfa upp á fólk að flytja hér sko sveitafélag á milli til þess að komast í ódýrara húsnæði, fara með börn í aðra grunnskóla eða keyra á milli. Þetta algjörlega vonlaus staða sem búið að setja fólk í því og það blasir við sem kannski svona grundvallar svona niðurstaðan að stjórnvöld ætla ekki að bregðast við þessu ástandi og það kannski svona bæði dapurlegt en kannski líka ákveðin skilaboð til okkar í hreyfingunni að við erum ekki að fara inn í þessa kjara viðræður eða þannig kjara vetur með hefðbundnum hætti eins og hefur verið í einhverju svona þægilegu samtali við stjórnvöld einhverja aðgerðapakka eða eitthvað slíkt vegna þess að það ekkert sem bendir til þess að þeir verða efndir hvort sem það okkar reynsla frá lífskjarasamningnum þannig að við þurfum að hugsa út fyrir boxið og það blasir við að við þurfum að grípa til mjög harkalega aðgerða ekki í janúar, heldur við þurfum að fara að gera það bara mjög fljótlega. Þórarinn, Ragnar talar stjórnvöld séu svona samningsaðili til þess að tryggja velferðarkerfið og komið aðgerið í húsnæðismálum en hann ætlar að semja launaliðin við Samtök atvinnulífsins. Þið eru meira að minna að semja við ríki og svo sveitarfélög sem að þrengir mjög að sveitarfélögunum þannig að þið eru ekki að einu sinni að líklega að sækja þær launahækkanir sem að Ragnar gerir sér vonur til Samtök atvinnulífsins. Sko ég veit ekki hvað maður að byrja, þetta var nú bara mjög góð viðferð sem bara að vera yfir þessi stóra mál hérna. En það sem að manni finnst sko skorta svo sárlega að það þetta með sko stærð stjórnmálana að það að segja í erfiðu ástandi að þá var það kannski hefði maður haldið mikill metnaður hjá hérna stórvöxnum stjórnmálafólki að koma fram með einhverja framtíðarsýn sem var hægt að telja sko almenning trú að geti staðist í fyrsta lagi og síðan að telja þjóðinni inn og að fylgja. Það að segja að við ætlum að byggja samfélag okkar upp saman með einhverja tilteknum hætti og við ætlum að tryggja ákveðna hætti ákveðna gólf fyrir ákveðna hópa eins og komið hérna inn og áður hérna áskil kom inn á að þetta með sko það ákveðin hluti þjóðarinnar sem hefur það skýtt og þetta fólk þekkju við bara mjög vel sem að í akkurat því þessum aðstæðum sem að Ragnar var að lýsa þetta með þessi stökkbreyttur lán og þessum trúðu því að við vorum komin inn á nýja tíma þegar Seðlabankastjóri lýsti því yfir 17. júní 2020 að verðtryggingin væri horfin og það var bara, núna væri konur nýja tímar og allir eru bara glaðir það sem eftir væri og peningar kosti ekki neitt og gjörðu svo vel, takið nógu mikið að láni og þeir munu aldrei þurfa að standa í einhverjum erfiðleikum við að greiða þá og svo hérna vitum við alveg hvernig það fór og hvernig þessar skýjaborgir sem voru byggðar upp þegar hafa fallið því miður með alveg skelfilegum afleiðingum fyrir marga en það þessi sko stóra framtíðarsýn sem að skorti svo mikið á þess að hvert ætlum við að stefna og með fyrst til þess áætlunin hún svarar því ekki hún svarar ekki sko hvernig ætlum við að reyna að jafna hlutina út, hvernig ætlum við að byggja velferðarsamfélagið, hvernig ætlum við að tryggja þessa grunnstóðir og hvernig ætlum við að tryggja bara afkomu launafólk sem við þurfum að standa svolítið vörðum og það náttúrulega eru hérna leigjendur þeir koma bara strax upp í hugan þar, barnmargar fjölskyldur, veikindi, öryrkja, aldraðar og svo framvegis. Þessa sögu þekkjum við öll og það mjög dapurlegt finnst mér að með allavega annar stjórnmálaflokkin þarna við í þessu samstarfi sem hefur talað fyrir því áratugum saman að hér að byggja upp eitthvað samfélag jafnréttis og jafnræðis og velferðar alla og bla 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 sko. Og
og það bara eitthvað bla 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 einmitt eins og hérna reynsla sýnir þar og það þetta sem ég finnst eiginlega dapurlegast með við sko það að allur vinnumarkaðurinn fer núna inn í þessa skammtímasamninga og ég held að sko verkalýðshreyfingin hafi sýnt mjög mikla ábyrgð að stíga þessi skref að fara inn í þessa sko við skulum segja launaþróun eða launahækkun módel sem að næri ekki upp í verðbólguna notabenni. Það eru samningar það að standa frammi fyrir þeim raunveruleika, það er kjara rýrnun að ræða, það tekið módelið það bara skekkist hjá fólki því miður, á tímum líka hækkandi útgjalda sem fólk ræður ekki hvort eða velur ekki hvort það geti mætti eða ekki, það verður bara að mæta með öllum tiltækum ráðum. Þannig að það alveg búið að sýna þá ábyrgð. Það sem maður vildi sjá núna þá fyrir komandi haust og komandi vetur það að þetta frumkvæði sem áskilur að tala áðan að stjórnvöldum stíga fram og það þyrfti ekki annað heldur bara einhverja hugsjón. Við sjáum framtíðina með þessum hætti og við erum til í að reyna sko verulega á okkur við það að búa hana til. En svo hugsjón, hún virðist ekki vera fyrir hendi. Og núna þegar að vera hver mann að þeirra og koma ráðrættin fram og vera að tala það eða því að það verða að skera niður. Skera hvað niður? Það fyrst af fremst verið að skera niður þjónustu, öryggi, mannafla, það verið að sitja fólk út á guð á gattin og svo framvegis. Þetta niðurskurðurinn. Í staðin fyrir að stíga þá fram og segja býðið nú við þurfum að skoða tekjuöflunarmódelið okkar. Og það dapurlegt að heyra því núna sem var þessi fundur á föstudaginn minni mig nú, hafi verið Vestri Árborg, það sem að stjórnendur það voru að tilkynna aðgerði til þess að rétta af halla sveitarfélagsins, sem kemur bara til vegna þess að hann í vexti, þess að samfélagið að þróast og allt fyrir á hliðina og stór hluta því náttúrulega þessi vaxtakjör og þessi lán sem að væntanlega sveitarfélagið hefur þurft að taka og þarf að standa að skila á. Og það núna verið að segja við sko lálunafólki, fólki í leikskólanum og í grunnskólum og svo framvegis, gott fólk, við ætlum að segja ykkur upp. Og Foss þar var held ég að fá tilkynningu það þá að segja sko 40 starfsmenn með leik á grunnskólum, eða hvað líka. Þetta náttúrulega bara sko því líkar fréttir bara og skilabóðan til launafólks, við ætlum bara að skera ykkur niður og þegar við spurtum aðferðafræðina þá og hvar og hvernig og hvað meira og svo framvegis að þá geta stjórnendur ekki svarað þetta óhugsað. Hitt hann að mála að tekjumódel sveitarfélagana náttúrulega í ólestri og eitt af því náttúrulega og vera áratugum saman og líka þessi tilflutningur verkefni eins og bara málefni fatlaðra á sínum tíma sem að SFR gamla stéttarfélagi kom svolítið við vorum 1,5 ár að vinna að undirbúningi að reyna að hafa undirbúninga á flutningin vegna bara starfsmanna sem voru þar og það var alveg augljóst og við vissum það hjá stéttarfélaginu sem voru búin að vinna að hagsmuna gæslu og kjara tengdum atriðum með þessu fólki sem var að vinna með málaflokkinu áratugum saman. Við sögðum við sveitarstjórnin sem við ræddum við þá þið vitið það þegar að taka við undir fjármögnuðu kerfi. Á þeim tíma voru þetta 8,6 milljarðar sem fóru í kerfi og þessum þetta allt og lítið fé og þjónustan sem að taka við, hún voru miklu dýraði. Svo kemur það í ljós bara að þetta var allt rétt og þau eru með taka við málefni sem að ríkið raunverulega laug inn á þau í rauninni og hafa enga peninga til að standa undir því. Alls ekki nægt fjármálaráðuneytið hlóa allarleiðin í bankan. Algjörlega. Svona maður getur haldið áfram bara fyrir ekki en svona bara til að nefna eitthvað. Já, en þú eins og Ásgeir talar svolítið eins og öðruvísi en Ísland Þú ert að tala út frá því að stjórnvöld munu taka forystu, leggja fram áætlun hvernig við ætlum að komast í gegnum næstu 3-4 ár og koma svo að banka upp hjá ykkur og fá ykkur í lið með sér. Já, ég ekkert viss að það þyrfti að banka svo mikið upp. Það alveg, ég held að verkalýðshreyfingin, hún hefur alltaf verið, allavega þegar hún hefur verið sterkust og við bara mjög dæmi það bara undanförnum áratugum. Að hefur alltaf verið til í samtal að gera samfélagi betra. Þú ert að leggja til að stjórnvöld hafi forystu í því að marka ykkur stefnu fyrir þetta samfélag. Já, eða bara svari kallinu. Ekki miklu fyrir það. Því að þau vita það alveg og mega vita það. Allt þetta fólk sem situr núna við, þetta reynslu mikið fólk, skulum ekki þetta að gera lítið á því. Og þau geta alveg hortið við tíman bæði þegar þau voru ungt fólk og litið á þann tíma og litið á söguna sem við þekkja ágætlega. Og þau geta séð það þegar að besti við tekist til að þá hefur þetta verið samhent átak að breyta samfélagin til betri vegar.
kannski ekki alltaf fólk samfélag aðferðnar en einhver niðurstaða hefur náðst en verkefni sem að hafa skilað einhver til samfélagsins til að stækka okkur og styrkja og að styðja við bara samhjálpina að hjálpumst að en það séum ekki sundruð og þá þýðir það auðvitað það að þá þarf að sækja líka þann auð því sem í þessu samfélagi þannig auð sem við eigum en fáir njóta það liggur alveg á borðinu sko. Þannig að það þarf að breyta í staðis að fara að skera niður og vera með eitthvað tilkynningur af það ætti það að vera að við ætlum að breyta skattheimtukerfinu við ætlum að sækja peningana það sem eru Já, ég ætlaði bara að benda á sko að því ég fylgdist svolítið með vorfundunum í Washington að sko áherslupunktinni þar úr þeirri sem þó var ansi mikil nýfrjálshyggju sinnuð stofnun lengi vel að því þeir eru búin að reyna á og læra af fjármálahruninu og COVID og núna stríði verðbólgunnar að sko þetta byrjaði reyndar 2016 cirka með inclusive growth, inngildandi vöxt og núna er bara eitt af lykilorðunum eða hlustið á bara lykilræður Kristínu Georgiou að það verði að vera jöfnuður í öllum aðgerðunum sem eru að gera. Það þurfa að vera targeteraðar til þess að ná til þeirra sem verst standa af því að ef að það á að grafa undan jöfnuðunum sem verðbólgan er að gera og öllar ytri aðstæður að gera en aðgerðir frá opinberu hliðinu verða snúa því að byggja undir og styrkja jöfnuðin af því að sko bæði hann kemur hagkerfinu til góða því það er ekki gott fyrir fjármálakerfið eða hagkerfið að þriðjungur heimila sé á leiðin í þrot eða 10% starfsmanna sé að fá uppsagnarbréf og þurfa að fara þá af launaskrá sveitarfélagsins en á bætur úr atvinnuleysistryggingasjóði skilur þú veist þetta er eitt sameiginlegt rekstrarkerfi þessi ég hættur að tala um þetta sem eigu þessi klettur hér út í miðju Atlantshafi sko og að eiginlega sko þú varst að vísa í einhverja flokka ég meina IMF er að tala fyrir jafnaðar stefnu sinnuðum aðgerðum hins opinbera af því að það sem þeir sjá náttúrulega þeir eru að horfa á öll löndin að þeir sjá að fátækari hlutin og fátækari löndin eru bara leiði upplaust og þeir eru hrættir við bara sko óverðir á götum og ég meina efnahagsástandi sem við erum í núna er ekki minna alvarlegt en í fjármálahruninu 2008 og í COVID 2020 sko, og þá var hægt að standa upp og gera aðgerðir sem hafa aldrei verið gerðar áður en hér er eins og einhvern veginn menn horfa á einhver mælaborð með meðaltölum og hagvöxturinn er ágætur og spátnar segja verðbólgan fari niður sem að þú veist og þá bara ætla mann einhvern veginn að býða þetta af sér sko. Ég hef miklar ágjör af að það sé ansi misráðin stefnaðin Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er komin langt til vinstri við VG það er bara þannig Herðu Ragnar Þór, þú hefur ekki trúa því að stjórnvöld taki að sér þetta fórystulutverk að ná saman einhverju þjóðarsátt einhverja leið út úr þessum stormi Nei, það hef ég ekki sko bara reynslan sem við höfum, við tökum bara lífskjarasamningin þar vorum við með mjög sko margþættan aðgerðapakka kannski og stóran kannski var hann of fjölþættur en flest öll svona lykilmálin og lykilatriðin sem við vorum með inn í þeim samningi voru svikin og það er kannski það sem að verður mjög snúið að ná saman. Þú veist, það er eitt að hreyfingin sé sameinuð einhverja aðgerðapakka eða einhvern þrýsting og stjórnvöld til þess að koma með einhvern aðgerðapakka en síðan er einfaldlega ekki trausti staðar til þess að vera bjartsýnn á efndir og það blasir við eitthvað meina að við verðum í endalösu barningi út samningstíman að reyna að fá þau mál sem að við þó náum að semja í gegn og ég bara vísa til dæmis á það að lífskjarasamningurinn átt að lækka vexti, það gekk eftir
en það átti að vera mótvægisaðgerðir sem að voru tvíþættar, að það að þrengja verðtryggðu lánunum með það markmiði að þau yrðu bönnuð og sömulegis líka var okkur lofað til dæmis Keldnaholtinu og það farið í stórfelldu uppbyggingu þar og ríkið ætlaði að leggja það fram og það sem gerist að ríkið seldi síðan Keldnaholtið aftur inn í betri samgöngur sem átti að fjármagna samgöngukerfið þar ríkið sveik í raun allt sem að við settum fram og síðan búið að þvæla eins og húsnæðisuppbyggingunni í starfshópum og nefndum síðan þá eða síðan. Finnist alltaf út í fleiri nefndinu sem nefndinir eru. Því fjarlægari lofurðunum. Og þau úrræði sem að við höfum þónaði gegn til dæmis eins og hlutdeildarlána kerfi sem átt að koma inn fyrir unga fólkið og þá sem að höfðu lent til dæmis í hruninu og höfðu ekki lánstraust eða slíkt að þetta var einmitt þynnt út og gert nægilega gagnslust til þess að það hefði sem minnst áhrif. Þannig að sko trú mín á stjórnvöldum hún ekki með þeim hætti að þau munu koma að borðinu með eitthvað frumkvæði vegna þess að við erum búin að funda með þeim mjög reglulega. Við erum búin að vera að kalla eftir aðgerðum með mjög reglubundum hætti. Við erum búin að vera að þrýsta á eins og við getum en allt kemur fyrir ekki að við þurfum einfallega að fara að hugsa bara í öðrum tón og fara Ragnar, með þessa stöðu að hinn kosturinn væri það að þið farið á semjið og svo kemur ríkið þarna í lokin og ætlar að redda einhverju svona. Það ekki hægt með þess að þú að segja því það lofurinn tíma. Eina leiðin til þess að það geti gengið upp að ríkið komið undan með aðgerðinir. Það er nákvæmlega það sem þarf að gera vegna þess að ef við býðum fram í 12 mánuði, hvað mun gerast á 12 mánuðum? Við getum svona reikna með að 300 skróna leigan sem að fólk að borga í dag verður komin í 330 skall. Við verðum búin að sjá þúsundir heimila vera að koma með stökkbreyttan húsnæðiskostnað út af föstu vöxtunum sem eru búin að renna sér skeið. Við erum búin að sjá örugglega einhver þúsundir heimila sem eru búin að flýja yfir í verðtryggðulánin það sem að bankarnir náttúrulega stór græða á verðbólgunni vegna þess að þeir eru með meiri af verðtryggðum eignum heldur en skuldbindingum. Svo hópur sem ég held að Bjarni hafi verið að benda á og líka Áskir sem eru valkostur sem að bankarnir bjóðu upp á að ef það hækkar mikið hjá þeir þá máttu halda áfram að vera í verðtryggðaláninu en þeir kasta hluta af greiðslubyrði dagsins yfir á lánið sem náttúrulega ákveðin aðferð til þess að bara brenna upp eigið fé að banki muni eiga þessar íbúður bara fulluleiti eftir 2,5 ár. Já, þetta þessi mantra sem að kemur stundum upp að það er engin vanskil á bönkunum. Það er engin vanskil og það er engin vanskil vegna þess að það húsnæðisverð hefur hækkað og það hefur myndast eigið fé hjá fólki og þú getur ekki farið í vanskil við bankana ef þú átt eitthvað eigið fé eftir í húsnæðinu. Og meðan að bankin hefur eigið fé til þess að sjúga upp. Þú getur ekki borgað óvertryggða lánum og breytilegum vöxtum með jöfnum aðborgunum. Þá er það bóðið jafngreiðslulán óvertryggt. Ef þú getur ekki borgað af því þá er það bóðið blandalán verðtryggt og óvertryggt. Ef þú getur ekki greitt að því þá ferðu yfir í verðtryggt lán og endar náttúrulega í verðtryggu jafngreiðsluláni. Ef þú getur ekki borgað að því þá getur þú fengið fristingar á afborgunum sem fara síðan aftan á höfuðstólinn. Þú getur ekki farið í vanskil við bankana svo lengi sem er eigið fé. Stóra spurningin er hvað munu bankandi gera þegar að eigið fé fólks í eignum sínum er uppurið og hversu harkalega munið þau ganga fram þá og eigum við að bíða eftir þeim tímapunkti, eigum við að bíða í 12 mánuði núna eða 10 mánuði eftir að kjarasamningar renna út, eigum við að bíða og eftir því að staða fólks hefur versnað enn frekar eða eigum við að láta sverfa til stáls strax. Hvernig gerum við það? Það er í rauninni ekkert annað í stöðunni heldur en bara fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni að undirbúa mótmæli, fara niður á Austurvöll, fara í aðra búsáhaldabyltingu, keyra á
samtakamátt fólksins í landinu, ekki bara út af húsnæðismarkaðunum eða leigunni, út af grunnkerfunum, heilbrigðisþjónustunni, leikskólanum og öllu því sem hefur fengið að grotna hér niður síðastliðin ár út af taumlausu dekri stjórnvalda við sérhagsmunaöflin og fjármálakerfið. Þetta önnur staða sem við erum í núna, eins og ég kom inn á áðan. Í hruninu þá náttúrulega þurrkaðist hlutabréfamarkaðurinn út, fyrirtæki fóru á hausinn í stórum stíl. Nú gangaði almennt vel, en nú vaxtastigið farið að býta á fyrirtæki líka og gjaldþrotum gjaldþrot aukast. Þannig að, og það ekkert í kortunum sem að bendi til þess að þessi staða muni batna eitthvað að sjálfu sér eða stjórnvöld hafa ekki sýnt í rauninni neitt skilning á þessari stöðu og áhyggjum okkar. En mistökin kannski sem að voru gerð hérna í eftirmálu hrunsins þegar hérna búsáldabyltingin átti sér stað og að þá var krafan kosningar og nýja ríkisstjórn. Það voru kannski mistök vegna þess að fólk það var boðið til kosninga og þá kom ný ríkisstjórn og hún gerði rauninni nákvæmlega nýstjórn í fjármálaeftirlitið og ný yfirstjórn í Seðlabankann allt sem að fólk baðum og ekkert breyttist það breytist ekkert þannig að ef við tökum bara mótmælinn í Frakklandi þau snúast rauninni bara aðgerðir til þess að vinda ofan ákveðnum hlutum og fá ákveðnar breytingar í gegn og það náttúrulega að hafa mótmælinn þar snúist hækkun á eftirlaunaldri 2 ár og það náttúrulega krafan breytingur en ekki endilega kosningar eða eitthvað slíkt. Ekki nýjan forseta. Nei, ég meina það þú veist, reynslu, við tölum bara út frá reynslu, að þá breytist ekki, þá náðu ekki að breyta neinu. Við þurfum að fara í þetta bara með annari aðferðafræði. Ég held að tími kurteisislegra samtala sé einfaldlega liðinn. Stjórnvöld hafa fengið sitt tækifæri, þau fenguð það í lífskjarasamningu 2019, þau fenguð það núna í skammtímasamningnum vegna þess að verðbólgan það sem verið að drífa verðbólgun áfram núna í janúar, febrúar og svo mars, þetta eru stýrivaxtahækkanirnar sem hafa áhrif á greidda húsaleigu í vísitölunni. Það eru opinber gjöld og það eru innlend framleiðsla. Þetta eru þessi 3 stærstu... Ríkisvaldið þykir þátt í því að grafa undan kaupmætti almennings ekkert síður heldur en... Þetta eru ekki launahækkanir og það hefur, eins og allir vita og þekkja, það hefur ekki fundist samhengi á milli launahækkana og verðbólgu síðastliðin 20 ár. En samt kemur fjármálaráðherra fram og heldur þessu statt og stöðut fram að þetta sé helsti vandi sem að við stöndum frammi fyrir sem þjóðfélag og seðlabankastjóri og þetta sýnir og þetta viðhorf gagnvart því sem að við höfum verið að reyna að ná fram og reyna að vinna og fá stjórnvöld í lið með okkur sýnir rauninni bara það og staðfestir að þetta bara full reynt og hreyfingin, hvort sem fer saminuð í þetta eða ekki, þá ég allavega þeirri skoðun og ég mun stíga fram fyrir skjöldu og reyna að leiða einhverja hvort sem það verður ný búsáhaldabylting eða bara mótmæla alda í okkar samfélagi, við sjáum hvað að gera stallstæðir í kringum okkur. Það ekkert ástæðulausu að það eru 25.000 manns í Noregi sem eru núna komin í verkfall eða staða hvernig hún í Bretlandi eða Þýskalandi eða bara út alla Evrópu. Þannig að Hvað segir þú Þorrein? Áttu pott og áttu sleif til þess að fara með Ragnari á Möstuvöll? Já, ég held að sé nóg til að því nóg til að það svona háaðverkvarum það þarf að hugsa þetta aldrei verið bara hvernig það gert og það þarf auðvitað mótmælabylgju til þess að rétta svolítið samfélagið. Ég tek alveg heils hugarindi það, við læruðum því miður, alls ekki nógu mikið ef nokkuð af hruninu, Það er einhvern veginn bergmálið, það er einhvern veginn fjarað allt og flugt út og okkur tókst ekki að standa sameiginlega því að knýja fram raunverulega breytingar. Og ég held að það sé nú ekkert flókið mál af hverju það var ekki. Það er bara kapitalismin,
hann náði vopnum sínum bara mjög fljótt aftur og fjármagnin náði alveg fyrir stöðu alveg ógna hraða og einhvern veginn þá sveigðumst við því að vera með gömlu trúna á það að þú veist, allir munu hafa tækifæri á að vegna sem best í lífinu og vera ríki bara við trúum á einhvern ákveðin flokk og bla 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 og einstaklingsíkjuna í misskildri túlkun á sjálfstæða fólki eftir Laxness sem er nú eina skemmtileg mýtan sko. En hvað finnst þér það að Ragnar verkefnisreitingin náttúrulega hinn skipulögðu baráttu tæki almennings og hann eiginlega að leggja til þess að ná fram breytingum og þá verðum við að fara í stjórnmál götunar sem eru oft tæki þeirra sem að hafa ekki skipulögða maskínu þó að frakkaldir þeim tekst alltaf að samtvinna þetta. Við ég var reyndar maður tekur það bara í stóra samhenginu að núna það sem er að gerast í Evrópu er að mörgu leyti vegna þess að maður áskýrækti áðan að erfiðleikarnir hafa bitið víða miklu fastar hjá öðrum þjóðum heldur í okkur og ég var að segja bara eins og allir bara horfa fréttina frá Breitlandi þá bara finnum maður til með almenningi þar í landi eftir þess að vitleysu vegferð sem þau hafa verið á núna undanfarnum 10 árum. Ég held ég akkurat það sem það er einhvers konar mótmæli og láta heyra í sér og taka virkan þátt í kröfugerð sem byggir á því að við höfum framtíðarsýn sem er önnur heldur en að verum að praktísar í dag. Og ég held að sé hægt að virkja það. Það þarf að búa hana til. Já, það þarf að gera það. Já, en hún var sjálfsbrottin líka í hrunnu vegna þess að það var ekki þannig að það veri kannski hugsjónirnar sjálfar eða framtíðarsýnin sem að leysti úr læðingi þennan kraft almennings, heldur bara beinlins það var verið að sláða utan undir bæði vinstri og hægri og þá kom almenningur út á götuna til þess að mótmæla. En veikleikin var það sem Ragnar lýsti að kröfunar voru ekki uppbyggingu á einhverju nýju samfélagi heldur voru kröfunar að við viljum ekki það sem að var en það vantaði raunverulega kröfunar sem ætti að koma til mótvæðis, er það ekki rétt með Ragnar? Akkurat. Þú getur ekki farið í mótmælaöldu núna eftir búsaltarbyltinguna og komið bara með kröfuna við viljum þetta ekki. Þú voru að segja hvað við viljum. Já, það er það sem og ég bara get sagt það hér í þessum þætti að ég komið mun lengra í þessari vinnu og þessum undirbúningi heldur en ég talaði áður og hverjir koma með mér í þessa vegferð verður bara fróðlegt að sjá. Ég bara býð öllum með og sem að séu félaga mínir í verkefnisreiningunni. Ég get ekki beðið eftir fólki í minnaraða. Ég ætla ekki að bíða eftir að næsta mótmæla alda sem að verður sjálfsbrotinn bíði eftir að ég komi síðan niður á Austurvöll eða hvað sem það verður eða fyrir utan Seðlabankann. Í hruninu og eftirmálum þess þá var verkalýðshreyfingin á hliðarlínunni og það var átakanlegt að fylgjast með þessu svakalega öfluga batterið sem það ætti að vera í hagsmunagæslu fyrir fólkið, hvernig hún brást og það er nú einmitt ástæðan fyrir því að ég fór í þessa baráttu mína að gera hallabyltingu í VR sem að skilaði mig síðan í þessari stöðu sem ég er í dag að ég ætla að fara niður yfir og ég ætla að gera eitthvað og ég ætla að reyna að hrífa fólkið með mér. Ég ætla að fá félaga mína í hreyfingunni með eða þeir vilja. Ég ætla að reyna að fá hagsmunasamtök heimilana sem eru sjálfsbrottin úr efnahagshruninu 2008. Samtök leigjenda sem hafa verið að gera stórkostlega hluti. Það er bara komið við erum með gríðarlega öflugt fólk sem að ég treysti bara þess að leiða hér bara alvöru byltingu til þess að reyna að knýja á raunverulega breytingar vegna þess að það mun ekki koma sjálfur sér og við getum ekki beðið eftir þeim í 12 mánuði. Þú segir byltingu, hvað þýðir það? Það þýðir bara það að þú veist við getum kallað þetta öllum nöfnum, mótmæli, byltingu eða hvað sem er. Fólk þarf bara að gera sér grein fyrir því að það er ekkert að fara að breytast. Staðan er bara að fara að versna. Ef að fólk heldur að staðan sé slæm á leigumarkaði núna og þú ert að leigja íbúð sem að er með verðtryggða leigu, staðan á bara eftir að versna. Hún mun versna og versna. Við erum ekki að fara að byggja nægilega mikið á húsnæði til þess að byggja upp í uppsafnaða þörf.
framkvæmdi munu draga saman. Ég meina, við erum búin að vera að skoða Keldnaholtið sem okkur á lóðasunum tíma, Blikastaðalandið inn í Mosó, staðin inn í Úlfarsárdal, það nóg byggingalandi. Það ekkert að fara að gerast þetta næstu 3 árin, ekki nokkuð skapaði hlutur, það mun ekki fara að skópla þetta niður næstu 3 árin og þetta eru einu svona stóru uppbyggingarsvæðin sem að hægt að fara í eitthvað svona raunverulegt átak til þess að sko fara í langtíma mótvæðisaðgerð og mynda einhvern stöðuleika á húsnæðismarkaði. Þetta mun enda og þetta allt meira og minna í höndunum á bröskurum og verktökum sem eru bara meira og minna að pakka saman. Þannig að, og síðan alltaf bara stefna Seðlabankans að koma hér vaxtastig upp í jákvætt raunvaxtastig og það skín alveg í gegn hvað Ásgeir að segja við fólkið þó að finna alltaf nýja afsökun fyrir hverju stýrivextahækkun. Hann raunin að segja við okkur, hér geta stýrivextir ekki undir nokkur kringumstæði verið neikvæðir nema í x langan tíma og það þýðir bara eitt að hann að segja okkur það vexti muni hækka, staða með versna. Það verður engar mótvæðisaðgerðir fyrir fólkið fyrir en eigi fyrir uppurið í íbúðum þess og þá spyrir maður á móti, hvað ætlar fólkið að gera? Sem að í þessari stöðu að förstu vextirnir renna út í haust eða núna snemma á næsta ári, ætlum við að bíða eftir að eigi fyrir uppurið. Hversu það verður kannski bara ágæti smæli hversu þrælslundin sterk í okkur ef við ætlum að láta þetta yfir okkur ganga næstu mánuði og misseri en ég ætla ekki að láta bíða eftir mér, það einu skilabúð sem ég get sendt út. Það þarf einhver að taka skarið og ég er bara búin að hugsa þetta mjög mikið og lengi og ég er alveg búin að átta mig á í hvað við stefnum og hvað þarf að gera til þess að ná breytingum. Það þurfum við svona hitt út á götunar. Þú nefndir að búsáttarbyltingin hafi haft áhrif en skamman tíma. Ég held að segja þetta halda raunverulega fram að bara strax haustu 2009 hafi dregið úr aflinu á tímanum frá banka eða svona fljótlega eftir bankarun, kannski frá febrúar fram á haustu 2009 hafi almenningur haft áhrif á stjórnvöld. Alveg klárlega. Upp á því bara erfiðar að sjá það sko. Þá eiginlega svo allir nái vopnum sínum, stjórnvöld og verkalýðshreyfingi sem óttaðist grasrótina á torgunum. Það ná allir einhvern veginn svona vopnum sínum og það dregur úr áhrif. Samfélagi heldur síðan áfram, já, ég held að það þannig, er það rétt mat, ef við segjum að það sé hjá honum Ragnari, að það sé bara líklega að setja ná meiri árangri í komandi kjarasamningum ef það bara sæminlegur hiti á göndunum? Já, það alveg klart mál. Ég held að það allir launagreiðendur, hvað sem það ríki eða fyrirtæki, að þau finna það ef óánægjan brýst út og hún sýnilega og áþreifanleg. Það alveg klart mál. En það sem við sjáum líka sem nú ekki kannski neitt mjög byltingakent að nefna en einhvað síður að þá sjáum við það að óánægja til dæmis með ríkjandi stjórnvöld, hún fer bara vaxandi og það ástæði fyrir því og ég held að þessi eldar sem eru núna að byrja að kvikna við að þeir geta ekkit gert annað heldur en að stækka það verður ekki breyting á, það alveg klart mál. Það var nefnt ég held að nú veri bara hvort það veri í þessum þætti eða hvort það veri bara í einhverju samtali. Það sem bara til að lýsa því hvað að gerast á markanum að Bjarg með verkefni núna niður í Vogum þar sem líka einstaklingar eða einstakar fyrirtæki sem að byggja þar sem 3 herbergja íbúð annars vegar hjá Bjargi sem til leigu á rúmar 165.000 krónur og meðan samskona 3 herbergja íbúð kannski stærri og með einhver annari hönnun við hliðina í blokkinu hliðina sem jafngömur og jafn ný á einhverju 360.000. Þetta algjörlega út úr öllu korti í rauninni og það er þannig að þegar þú farin að eyða upp undir 70% af ráðstöfunartekjunum í leigu þá mun það einhvern tíma brjótast út svo eignast eitthvað barn og þá bara heimurinn í hrauni þess að þú getur ekki séð þér og þínum farbúða lengur og ég held að þetta sé það sem auðvitað nauðsynlegt í allri baráttu og það það sem við stöndum frammi fyrir líka þegar við erum að gera kjarasamningar og erum að tala um okkar félagsfólk að ef við fáum ekki hópinn með, við fáum ekki fjöldan með því sem við erum að gera, að þá verður engin árangur af því. Það þannig. Og ég held að þessi hiti sem
sem að Ragnar svolítið að tala með hérna úti núna, ég held að sé alveg tækifæri á að virkja hann. Ragnar, ég spurði lærdómurinn af búsaldabyltingunni að fólk, múurinn, fólk út á götunum, það verður að hugsa vel hvað biður því að það getur fengið það. Þarna var það bara stjórnarskipti, það breytist ekkert, og stjórnarskipti í Seðlabankanum, það breytist ekkert, og stjórnarskipti í fjármálaeftirlitinu, það breytist ekkert. Hvað er það sem að þú vilt að fólk krefjist? Það er nú bara það sem við erum að teikna upp. Það þarf ekki að vera það bara, það er ekki líka fyrir sem ykkur? Jú, að sjálfsögðu. Þetta er ekki eitthvað sem að, ég meina, við erum búin að vera, og ég er búin að vera að skoða þetta mjög mikið, og ég hef hort náttúrulega mikið í búsaldabyltingarinnar vegna þess að það er svo óbóðslega margt sem við getum lært af bæði mistökunum sem við gerðum þá, bæði sem verkalýðshreyfing, og við getum lært mikið á því hvaða kröfur voru til staðar. Það var ný ríkisstjórn, það voru kosningar, það bara ekki til að hlaðan árangur því miður. Þannig að við þurfum að fara fram með mjög skýra kröfur, og það er náttúrulega snýr að leigumarkaðnum, það snýr að húsnæðismálunum, það snýr að þessum grunnkerfum okkar, og það snýr að afkomu öryggi, og það snýr að þessu gengdalösa dekri við sérhagsmunaöflun og fjármálakerfið, bæði hvað varðar til dæmis auðlindirnar okkar, og þetta snýr að þessum miklu tilfærslum sem að verða bara inn í fjármálakerfið. Ég meina bara bankarnir, 3, Landsbankin, Arion og Íslandsbanki, voru að fá meira, 25 milljörðum, bara hrein aukning á hreinum vaxtatekjum á milli ára, og þá er ég að tala milli 21 og 2, og var nú 21 metár. Það var aðeins slakari afkomi á Landsbankunum vegna þess að þeir töpuðu svo mikið á Marel. Þannig að þú veist, þetta er ekkert ósvipu staða og er að byggjast núna upp bara til dæmis á lánamarkanum hjá fólki, eins og gerðist þegar skuldirna stökkbreyttust á einu vettvangi út af hruni krónunar. Og þannig að þú veist, það er margt sem við getum tekið svolítið svona saman, þú veist, hvað tryggar að fólk, en það er bara eitthvað með þetta er svo víðtækur vandi sem að við erum að horfa fram, bara eldri borgar og öryrkjar. Ég meina, þú veist, við erum búin að hækka núna umfram vísitölu lífeyri hjá lífeyrissjóði verslunumanna 17% á okkur 14 mánuðum, en þetta fer meira og minna í skerðingar hjá fólki. Þannig að það er ekki ávinningur á einu sem að er verið að reyna að gera, en þetta verður ekkert manifesto upp á 6 eða 7 blaðsíður. Við þurfum bara að koma okkur saman fyrst þarf að finna bara öflugan hóp, og ég er að horfa til nokkur aðala í þessu, bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og svo hagsmunaafla eins og hagsmunasamtaka heimilina og samtaka leigjenda og fleiri svona félagasamtaka sem hafa verið alveg gríðarlega óþreytandi og öflug í þessari baráttu, og við þurfum að setjast niður þessir hópar, fólk sem er tilbúið til að rísa upp og leiða hér fólk til samstöðu einhverja breytingar og viðhorfsbreytingar hjá stjórnvöldum, að ég ætla ekki að teikna upp þessi 3 atriði eða 5 atriði sjálfur. Við þurfum að gera það saman, og við þurfum að gera það áður við örkum niður á Austurvelli. Ég var fyrir þetta Seðlabankan í morgun, ég var bara að kíkja á svona framkvæmdina þar, og það er nú búið að gera það svo vel fyrir bankan. Það er alltaf 3 milljarða eldhúsið. Já, og þannig að ég er nú bara búin að vera að skoða staðsetningar, þannig að það er nú bara, það er, ég veit að Guðmundur Hrafn sem situr hérna við hliðina. Hann er komin þú kjaftaði frá því að það er komin annar fastagestur, að Ásgeir Brynjar, sem þið hittu þetta fyrst, fastagestur þáttu. Hann fær símtal frá mig mjög fljótlega. Guðmundur Hrafn er þetta. Ég ætla aðeins, ekki sleppa þér aðeins, ekki sleppa þér strax Ragnar. Af því að þegar þú þá talar þau svolítið svona enough is enough.
það er komið nóg, það er svona tónnin í þessu og það er til mótmælarhreyfing í Bretlandi sem heitir þessu nafni, Enough is Enough, sem er einmitt sko sambland af róttækari hluta verkefnishreyfingarinnar og ýmis konar samtökum gegn fátækt sem er kannski svipað og bara PEP á Íslandi og leigjendasamtökunum og öðru slíku og þau koma fram með kröfur undir þessu nafni, það er komið nóg og það eru bara 5 og það eru hækkun raunlauna það er lækkið orkureikningin endið food poverty sem að myndi þýða bara fátækt eða það að fólk ná ekki endur saman sem er þá út fyrir launamarkaðin öruggt húsnæði fyrir alla og skattleggið ríku Þetta er frábær herferð og ég hvet alla sem að leggja vel hlustur og fylgjast með þessum umræðum hérna við þetta borð að googla þetta Enough is Enough. Þetta er afskaplega vel heppnuð herferð og hún hefur verið að fara víða, ekki bara í Bretlandi og við getum lært mjög mikið af þessari framsetningu og ég horfi mikið til einmitt þessari herferðar í því sem við þurfum að gera og skipuleggja okkur í kringum og við þurfum bara að rísa upp og það er bara einfallega komið nóg þetta er fullreynt þetta kurteisislega samtal, þessi vettvangur sem að stjórnvöld hafa boðið upp á eins og í gegnum þjóðhagsráð og síðan eins og ég segi þessir fjölmörgu endalösu fundir, starfshópar og nefndir sem að við erum búin að sitja í núna síðustu ár og það sem hefur komið út úr því er náttúrulega bara ekki bara grátlega lítið, það er bara nánast ekki neitt og þannig að það er komið nóg og ég horfi mikið til þessara herferðar sem að Bretarnir hafa gert svo listavel og hver veit nefnir við bjóðum bara í heimsókn núna í vor eða haust Það getur líka til, litið til svona stöðu sem er komin upp við það mjög í rauninni merkilegt að það var það opnaði augum hans kannski enn frekar líka fyrir eins sem er að gera sem er ekki farin eitt mjög hátt að þegar að ég held að vera hjálpræðisherinn ef ég maður rétt verið að hjálpa á stofni kirkjunar hjálpræðisherinn sem að bara fyrir örfáum árum var með gesti í hádegismat og þeir voru að tala um einhverja 10-12 máltíðir á mánuð sem þeir voru að gefa fólki og þau voru að tala um að það var vaxið upp í einhverju 1000 núna á mánuði 200 á dag held ég að vera talan á dag Ég held það var í kringum 5.000 þegar mest höfðu látið og þetta er maður svona rekkur aðeins í kút maður verður bara að viðurkenna það að það sem að var svona eitthvað svona örlítið til að hjálpa svona örfáum eða litlum hópi fólks sem hefur alltaf verið að núna í þessum sem á að vera þessi góða æris tími og tímar að þá er fjöldi mann sem er að koma og er að koma líka með börnin sín og til þess að fólk fá eitthvað að borða og við vorum að tala um að fá bara einhverja daglega næringu. Þetta er fólk sem fór með megnið af tekjum sínum til leigusalans í upphafi mánaðins og borgaði leiguna, átti svo fyrir mat fram til 10.12. og fess svo til hjálpræðisins með börnin sínu Þetta er bara alveg skelfilegt Því að þú verður að borga leiguna, annars ertu á götunni með börnin þín. Og ef þú ert á götunni með börnin þín, þá kemur barnaverndarnefnd og tekur það af þér. Þetta er raunveruleikinn. Og við getum rétt líka, maður hefur ákveðnar hugmyndir þann svona samfélagslega skaða sem að varð í eftirmálum hrunsins sem að verður auðvitað aldrei mældur í upphæðum bara algjör hryllingur en það sem við erum að gera þessari þjóð með skipulögð aðgerðleysi sem að stjórnvöld bera algjörlega ábyrgð á börnum sem að bara fjölskyldum sem að munu ekki bera það sem að er í vændum nema kannski einhvern skamman tíma og bara hugsa til þess að sá hópur á fólki sem að þó náði einhvern veginn að drösla sér upp eftir hrunið sé að fara að lenda í mjög sambarlegu málum aftur maður býður ekki í það að setja sig eða reyna að setja sig í spor þeirra sem er að ganga í gegnum þessa hluti og þess vegna er svo mikilvægt að
við rísum upp sem þjóð gagnvart þessu ástandi vegna þess að hversu langt eigum að leyfa þessu að fara og ganga áður við erum tilbúin til þess. Þannig að við höfum í rauninni ekkert val. Við verðum að gera það. Þó að sé ekki nema fyrir sko náungan eða fátæktina, örkjana, það verður að hlaða í mikil áföll sem eftir að dynja að sjálfsög fyrir fólk á leigumarkaði, fyrir þá sem eru með stökkbreyttan húsnæðiskostnað, bara hvernig þú veist, okkur ber bara samfélagslega skylda að stíga og rísa upp sem þjóð, alveg sama í hvað stöðu við erum í. Ég meina, ég á 5 börn, okkur gengur ágætlega, en ég meina þau ekki sko fræðilega möguleika að komast nokkuð tíman inn á húsnæðismarkað, ekki séns. Þú veist, verkin eru bara líka svo mörg núna. Það er engin framtíðarsýn, það er ekkert sem að einhvern veginn maður sér fyrir sér að muni gerast þess að byrta til, og ekki eru við í vestri stöðu. Ég ætla að segja hvort þau eru svo mörg merki að hvort þessar breytingar sem er að gerast. Ég meina, þú veist, maður fer út í búð á hverjum degi eða annað hvað það nú er, og það er alltaf minna og minna í pókanum fyrir 10 skallin. Já, sko. Þessum þegar maður var að bara frekast upp sér að maður gæti fara út með 2 póka, svo gæti maður fara út með 1, og nú er þetta orðið 3/4 sko. Þetta er bara merkin eru svo verðinu, sko. Nei, bara maður trúir í er þetta er þetta í pókanum sko. Og 11 stýrivaxtahækkanir síðar 11 stýrivaxtahækkanir síðar. Hver er árangurinn? Hver er árangurinn af stýrivaxtahækkanir? Hann er engin. En samt er alltaf réttlætt stýrivaxtahækkurinn og regna minn. Það er ekkert þess að við getum gert annað en hækka á enn frekar. Vegna þess að stýrivaxtahækkanir, hann sagði líka á sínum tíma, ég er að eiga í þessu einn. Það er þetta því. Ég hef aldrei skilið það svona hugmynd hans. Nei, hugmynd, þetta er bara svona yfirlýsing sem var náttúrulega, þú veist, á þess að vera eitthvað að búa til einhverja dúnsænkant á honum, sko. Að hann var bara að segja stjórnveldi er ekki að koma til að aðstoða samfélagi í heild til þess að við náum utan þetta fyrir fólk. Seðlabankastjóri, hann veit vel að þessar stýrivaxtahækkanir eru ekki til þess að berja niður verðbólgu. Það gera það ekki. Það býta ekki á þá sem að hafa mikið á milli handana og eru að halda uppi mikilli neyslu vegna þess að þeir skuldi ekki. Það kemur bara fram. Til þess að verja fjármagnir. Til þess að verja fjármagnir fræðtölu, því hann hefur sagt það beint og óbeint. Hann hefur talað þess að af hverju er ekki fjármagnseigendur hérna mótmæla niður á Austurvelli vegna þess að vextir eru neikvæðir. Þú veist, ég held að þeir fara inn á Austurvelli, þeir fara bara tíma hjá sko, peningastefnunefnd bæði hérna, Þórarinn og Gylfi og fleiri þau hafa sagt að bara óbeinum orðum að hér gangi ekki að vera með neikvæða raunvexti. Þú veist að hér bara gangi það ekki til lengdar. Lagarde, seðlabankastjóri Evrópu, hefur sagt það oftar en einu sinni, oftar en einu viðtali að hækkun stýrivaxta mun ekki hafa neina áhrif á verðbólgun. Hún mun koma niður, þessi verðbólga sem við erum að eiga við, hún mun koma niður alveg saman hvort að stýrivexti verði hækkaðir ekki. Við vitum alveg hver mun reykja sér að góðum árangri þegar það gerist. Það verður seðlabankastjóri. Eins og hann gerði svo sem í haust að leit út fyrir þetta væri að virka. Eða var hægt að halda því fram að þetta var virka. Herðu, Guðmundur Hrafn, þú kemur hérna vanalega á mánudagum og ég bauði bara að sitta hérna við þetta borð. Hvernig líst þér á tónin í þeim félögum? Sérstaklega Ragnari, hann er ég held að sem gunnfána hann undir borðinu sem hann alltaf reisa upp. Já, ég bara þekki hérna tón, en búin að tala með þessum ætti í áratug eða rúmlega það. Þannig að hann er svona leiðarstefið og leiðarljósið í þessari réttindabaráttu almennings, ekki bara launafólks, heldur líka bara annar að hópa svona ákveðin fyrirmynd í því. En eru leigjendur búin að fá nóg? Já, leigjendur eru löngu búin að fá nóg. Það er við vorum nú að gefa út skýrslu í dag sem heitir Staðreyndir íslenska leigumarkað, sem við erum að draga saman staðreyndir fyrir íslenska leigumarkað, sem staðreyndir sem við erum búin að vera að vinna með og í rauninni bara opinbera tölur. Við erum að draga fram í bara öðruvísi samhengi heldur en svona opinbera stofnanir að gera, og við erum búin að setja saman svona frásögn af leigumarkaðnum og að sjálfsögðu leigjendur fyrir löngu búin að fá nóg. Þeir hafa bara ekki haft sérstaklega góðan vettvang til þess að ávarpa það nema svona sín á milli. Það er lítið hlustað á leigjendur, en
í dag eftir að við gáum þetta út í morgun þá virðist mér að svona hinn almenni borgari sem hafa verið að taka þessum skilabóðum að þetta kemur svolítið svona margir hálf sjokkeraðir yfir þessum ljósmyndu sem við erum að draga upp af leigumarkaðnum. Nú þetta er ekkit eitthvað nýtt fyrir leigjendur, þetta er bara leigjendur er búin að vera í þessum skurðgröfum í hernaði í mörg ár, þetta eru bara ljósmyndir sem birtast þaðan, þetta eru hversdagsleiki fyrir leigjendur að búa við það að vera að borga 60, 70, 80% af launum sín. Vorum átt okkur líka á því að eins og húsaleiga er mæld, hún er mæld með verðsjá húsalegu sem liggur til grundvallar vísitölu húsalegu. Þar eru eldgamlir samningar inni, 46-49% samninga. Oftast samningar er fólki sem er að leigja ódýrt. Þetta er fólk sem er að leita alltaf leið til þess að leigja ódýrt, leigja lítið vegna þess að það er tekjulagt og þar leiðandi gjaldgengt til þess að fá húsalegubætur. Aðrir sækja ekki húsalegubætur og eru að leiga miklu dýrari, almenn leiga miklu dýrari. Þannig að húsaleigan sem birtist í verðsjá húsalegu, hún er í rauninu miklu hærri og þar sem að bara skattleysismörk tekna þau hafa lækkað eða það segja það eru lægri krónu uppað sem er skattlaus að hlutfallslega heldur en var fyrir nokkrum ára síðan. Þannig að raunum að segja álag húsalegu á lágmarkslaun hefur aukist 24,3% ef við tökum með þessu. Þess að leigan taki 24%? Nei, þegar við erum talað bara á undanförnum áratug. Árið 2011 þá var álag húsalegu á fjölskylduíbúð og höfuðborgarsvæðinu 59% af lágmarkslaunum. Í dag er þessi sama leiga samkvæmt verðsjá húsalegu sem er lægri leiga heldur en gengur gerist. Hún er komin í 69%. Þetta sama álag er 46% að jafnaði á höfuðborgum í hinnum Norðurlanda. Þannig að þetta er svona auka skattlagning vegna þess að ef þú mælir húsalegu frá 2011 eftir ákveðnum hagstæðum sem bara verðlagi svona Evrópu hlutfallinu af fasteignaverði og þessu hlutfalli af launum eins og viðgengst á Norðurlöndunum þá endum við alltaf eiginlega á sama stað með húsaleguna sem segir að þessi húsalega sem við erum að borga hér sem okkur reiknast til að séu kring 35% af há þetta er svona að meðal íbúðinni 80.000 krónur á mánuði sem er hrein skattlagning á leigjendur íslenska leigjendur umfram tekjur þeirra, þetta er ráðstöfunarfé þegar búið að taka alla skatta og gjöld af launum þeirra þá þurfa að borga 80.000 krónur aukalega í skatt sem fer ekki eins og inn í hagkerfið, hann fer ekki í það að skapa og efla störf inn í neyslu og þjónustu. Félagið mín hefur borðið kannski búin að berjast fyrir því árum saman með 50 til 100 manna starfslið að kreista fram kannski 20.000 krónar launahækkun. Þyrfti hann á 150.000 krónar launahækkun umfram. Og svo kemur bara einhver lögfræðingur úr Logos og tekur þetta af þeim og það segir enginn neitt og gerir enginn neitt. Og þessi peningar sem þeir eru að berjast fyrir, eða verklagsefingin er að berjast fyrir, er til þess að efla hag leigjenda, eða bara íbúða og launþega og til þess að efla samfélagið vegna þess að þegar að fjölskyldunum vegna betur og taka þau meiri þátt í samfélaginu, þau fjárfesta meira í svona sínu nærumhverfi, taka þátt í meira í samfélaginu og efla og virkja bæði störf og viðskipti í sínu nærumhverfi. En þetta er allt dregið út af leigumarkaðnum og inn í sjóði og vasa hjá fjárfestum sem veit ekki hvað verður þetta. Mikið af þessu fé fer aftur inn á fasteignamarkaðinn í formi yfirboða og íduppi fasteignaverði sem kemur svo í veg fyrir að afkomendur okkar komist nokkuð tíman inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að svona hringrásfarin í gang að vera að ræna
og skattleggja leigjendur okkur einasta degi til þess að styrkja stöðu leigusala til þess að sópa upp fasteignum til þess að koma í veg fyrir að hvorki börn leigjenda eða þeirra sem eru tekjulæri og eru á eignamarkaði komist nokkuð tíman í séreign. Og íslenski leigjendur búa við mikið óöryggi. Það tæplega 70% af öllum leigusamningum einungis til 1-2 ára. Á síðustu 3 árum fluttu leigjendur að jafnaði 1,6 sinnum. Hverju ári? Foreldrar mínir, þeir eru á 8-aldri og hefur flutt einu sinnum ævina. Á síðustu 10 árum hafa leigjendur flutt að meðal til 2,4 sinnum. Við erum að tala að þeir eru að flytja kannski 6-7 sinnum að jafnaði á hverjum 10 árum og það rýmar nú alveg við mína stöðu. Ég er búin að vera leigumarkað í tæp 10 ár og ég er búin að flytja 6 sinnum. Þannig að ég getur bara ímyndað, ég held að það er gott að fólk svona drægi þetta eins til sín sem hefur kannski búið á sama heimilinu 10, 15, 20, 30, 40, 50 ár, að þurfa að taka allt sitt hafurtask. Þú ert bara flótta manneskja í Reykjavík. á reglulega og þú ert með þetta yfirvofandi líka. Þetta er ekki eitthvað sem kemur aftan að þér svona þegar þú ert að njóta samvistum fjölskyldunni. Þetta er yfirvofandi og þú veist aldrei nokkuð tíman hvenær þetta skellur á og hvort þú fáir yfir höfuð annað heimili. Og þetta eru svo mikil áföll sem að koma eins og er núna, það er svo mikil eftirspurn í íbúðir sem eru auglýstar að fólk getur eiginlega ekki tekið áhættuna að fara eða breyta neinu eða því það er ekki víst að fá íbúð. Það er mjög ósennilegt að þú fáir íbúð. Veistu hverju þú ert að lýsa, Guðmundur? Þú ert að lýsa húsnæðisstefnu stjórnvalda? Já. Þetta er það sem þau vilja sjá, hlýtur að vera. Það getur ekki verið að gera þetta blindandi. Nei, og ég get heldur ekki gefið öllu þessu fagfólki sem að vinnur bæði inn í ráðuneytunum og stofnunum ríkisins, kjörnum fulltrúum og alþingi, öllum sveitar og borgarstofnarfulltrúum og embættismönnum hjá sveitarfélögum á landinu. Þetta eru kannski 400-500 mann sem að hverjum einasta degi ræða og fjalla húsnæðismál. Ég taldi þetta saman svona nokkurn veginn og ætli sé ekki með svona rúmlega 2000 ára háskólanum á bakinu, 260-80 daga á ári að vinna við nákvæmlega þetta og búin að vera því í 10 ár. Ég get bara ekki gefið öllu þessu fólki svo mikla kollektífa heimsku eða andvaraleysi að þetta sé eitthvað sem hafi gerst bara óvart. Við getum ekki gert ráð fyrir því. Þetta er stefna stjórnvalda, þau vilja hafa þetta svona. Það er verið að búa til þessi eignatilfærsla sem að var eins og Ragnar bendir á hérna eftir hrunið. Þetta er yfirstandandi. Þetta er ekki eitthvað sem að er að byrja 2013 eða 17 eða 19 eða COVID sem var vinsælt að taka fyrir og stríði í Úkraínu. Þetta er þróun sem búin að eiga sér stað frá 2011, algjörlega stanslaust og það er ekkert að breytast í þessu og við sjáum bara á embættisverkum allra ráðherra sem hafa farið yfir húsnæðismálum frá hruni. Þau eru öll að þessa lund að ídöndur eignatilfærsluna komi í veg fyrir að leigjendur komast út á leigumarkaði og gera tekjulega fólki eða erfiðari fyrir að komast í séreign. Og ég held að þetta sé markmið vegna þess að þessi hugmyndum hreyfanleika vinnuaflsins sem að OECD enda leggur til við aðildarríkin sín að þau komi ekki í veg fyrir hreyfanleika vinnuafl með því að fólk búi í sérregn eða félagslegu regn húsnæði vegna þess að þessi 2 húsnæðiskostir verða þess valdandi að fólk festir rætur, fjárfestur í samfélaginu sín og ólíklegt þess að flytja. OECD leggur til við aðildarríkin að þau hindri ekki þennan hreyfanleika vinnuaflsins með því að bjóða upp á þessu valkosti og ég held bara að ríki og sveitafélög sé að fara eftir þessu. Og allt þetta fólk sem að vinnur við húsnæðismáli og ríkinu og sveitafélögum og stofnunum ríkisins sem þú veist að lýsa áðan að þeirra vinna fer meira og minna í það að fela þessa mynd, að láta þetta líti út eins og stefna sé allt önnur. Já sko, ég er ekki að segja að það séu allir að reyna að fela þessa mynd. Við erum með nokkra stofnanir sem heyra endar allar undir það ráðuneyti sem að hefur ábyrgð á þessum málum og það eru stofnanir sem að bæði hafa ábyrgð á framfylgd stefnu stjórnvalda í húsnæðismálum og safna svo gögnum
mæla og greina og segja okkur svo frá því hvernig gengur. Þetta náttúrulega ótrúlega hagsmun árekstrar að sama stofnunin byrja ábyrgð á framfylgd einhverjar áætlunar og hafi svo líka ábyrgð á því að safna gögnum og segja almenningi og stjórnum frá hvernig gengur. Og þarna mikill pottur brotin bæði hjá Hagstofunni sem að bara upp á þurru virðist 2016 hætta að mæla meira minna allar svona alvöru hagstærðir á leigumarkaði til dæmis og mikið þessu verkefnum fer inn til Húsnæðismannvirkjastofnunar sem hefur trekk, sérstaklega núna síðustu svona 3-4 árin verið að fara fram með bara algjör ósannindi stöðuna bæði á húsnæðismarkaði almennt og sérstaklega á leigumarkaðum til þess að almenningur áttir sig ekki á því hverslega hryllilegt ástand og skrimsli og miskunnarleysi stjórnvöld hafa skapað þessu fólki og það birtir svo glögglega í ekki bara framsetningu og uppsetningu í skýrslum, heldur líka ummælum yfirmanna þessar stofnana sem koma ofan í þetta hryllilega ástand og gefa leigursölum og þeir sem að stunda leigurekstur tilefni til þess að fara enn frekar hækkanir með því að segja til dæmis að þessi tilefni og innistæði fyrir hækkunum af því að svo og svo samfylgni hafi slitnað á milli hérna í COVID og að fleiri vilja vera á leigumarkaði því hlutfallið að þið hækka úr 8% í 11 og kannanir bendi til og kannanir sem eru fara fram bara á íslensku til dæmis og hjá þýðir sem er á skrá hjá okkur í fyrirtækjum til bæ og ég var nú svona að spyrjast fyrir á mig að leiðandi í dag hvort einhverjir væri á skrá hjá svona fyrirtækjum sem var að kanna ástandi í samfélaginu og það bara sára fáir þannig að stjórnvöld hafa bara tekið þá afstöðu að eftirláta fjárfestum og gróðrar svona batteríum varnarlausa leigjendur bara og svo segja almenningi frá og kjörnum fulltrúum og alþingi frá því að þetta sé nú bara í okkur ákveðni jafnvægi eða orku í því að byrta fegraða mynd eins og Ásgeir Brynjar benti á fyrr hvernig fjármálaráðuneyti fjallar stöðu efnahagsmála og stöðu heimilanna. Hvernig líst ykkur á þetta, Petar? Ég held að þetta sé bara alveg rétt lýsing. Ég held líka að þetta með stefnu stjórnvalda, hún er bara svo augljós. Við erum búin að vera svo lengi. Ég held að sé að hafi verið það getið í rannsóknarskýrslu Alþingis á sín tíma en stærstu hagstjórnarlegu mistökin sem voru gerð í aðdraganda hrunsins var þegar verkamannabústaðakerfið var einkavætt í rauninni. Og þú veist, allir þeir fjármunir sem eru þá til bara við á einni nóttu og kerfið í bókstaflega eyðilagt, það var 11.000 íbúðir sem voru teknar úr sem gera á þeim tíma. Ef það hefði verið haldið áfram með það kerfið þá væri líklega með 25-27.000 íbúðir í dag. Bara nákvæmlega þá hefðu við verið á þessu lagi og við værum með væntanlega íbúðakerfi sem að myndi stóru hluta þjóna þeim tilgangi sem að upphaflega var ætlaður þessi kerfi að geta búið til aðstæður þar sem væri ódýr, mannsamandi leiga í góðu húsnæði þegar að fólk væri annarkvort þyrfti að vera þar eða vildi og væri ekki undir þessum markaðslögmálum. Ég meina það er náttúrulega bara gallinn, það er skelfingin sem að fylgdi þessar einkavæðingu og hafi þeir ævarandi skömm fyrir sem að sem gerði þetta. Ragnar, þetta kemur þér ekkert á vart? Er ekki þetta? Já, ég þekki þetta mjög vel. Ég verið í miklu samskiptum við fólk á leigumarkaði bara margar ára skeið. Ég hótaði einu sinni að taka alla sjóði úr Vaffer hjá Kvikubanka þegar að almenna leigufélagi sem þá hét stemdi á miklar hækkanir umfram vísitölhækkanir á sinn tíma sem var til þess að fólki var boðið lengri tíma samningar og allar hækkanir dregnar tilbaka. Manni blöskraði staðan þá og ég get alveg tekið undir þetta hjá Guðmundi að mér blöskra líka fálæti og tómlæti gagnvart stöðu leigjenda af hálfu stjórnvalda og greiningar aðeila líka að þetta er bara eins og segja allir hafa það bara mjög gott út frá meðaltölum eða allir hafa það bara mjög gott að það er ekki vanskil í bankakerfinu að þá er ekkert vandamál í gangi og þú veist þetta er
þetta allt svona, já, allir svona málflutningur, hann alltaf bara gríla óábyrgur. Ég náttúrulega var í samskipti við mikið af þessu fólki sem að lendi síðan í klónum á eigandum Ölmu sem að matafjölskyldunni og einmitt skrifað dæmi sem þú talaðir á sínum tíma varandi bjargaíbúðuna sem vorum að leigja á 165.000 og hún var reyndar auglýst á 375.000 og var henni var 375 og svo var lækkur niður 360 held ég nokkrum dögur síðar en hún var með ágætis svona einhverju palli, hún var að jarðhæð, hinn var á 3. hæð sem að við leigðum en skiptir ekki öllu máli, þetta bara staðan og sem sagt að vera eins og í Bjargi, við erum hátt í 3.000 manns á biðlista sem að telja sig komast í gegnum þessa þröngu kríteríu sem þetta Er það 3.000 fjölskyldur? 3.000 kennitölur fjölskyldur sem að bíða. Hvað eru margar íbúður í Bjarg? Við stefnum í að fara í 1000 á þessa ári, eða rétt tæplega það ef allt gengur upp. Þannig að þetta náttúrulega, við getum byggt miklu hraður upp ef við fengjum fleiri byggingar af að lóðir. Við höfum getu til þess að gera miklu betur og miklu meira. Við höfum verið að koma blæverkefnuna stað og það gengur mjög hægt og við höfum unnið mjög vel saman með samhengi í því að reyna að fá lífeyrissjóðuna til þess að koma í fjárfestingu og uppbyggingu húsnæðismarkaði og ef við horfum bara á forgangsröðu ríkisstjórnarinnar að þegar að þurfti að breyta fjárfestingaheimildi lífeyrissjóða til þess að lífeyrissjóða getur tekið þátt til hlutafjárútboð á Icelandair að þá fóru þær breytingar í gegnum þingi eins og gegnumtrekkur, ég talaði með þetta mörgu sinnum en þegar að kemur að því að þeir séu notaðir í eitthvað gagnlegt og uppbyggilegt sem að mun veita þeim góða langtíma ávöxtun þá eru allar dyr lokaðar og það barist mjög harkalega gegn því við erum búin að vera árum saman að reyna að liðka fyrir þessu, árum saman en þeir eru ennþá ekki komnir inn á þennan markað eins og allstaðar annar staðar í samanburðurlöndum og Evrópu og víðar ef við tökum bara til dæmis fréttirnar frá því í gær að ríkisstjórnin bæði innviðaráðherra, forsætisráðherra og það eru allir að leggjast núna eitt til þess að reyna komið veg fyrir að það verði settur loftslags eða kolefnisskattur á flugfélögin þá rjúka stjórnvöld til og eru tilbúin til þess að vaða eld og brennistein fyrir einkafyrirtækin en þegar kemur að fólkinu og sko bara augljósum lagabreitingum og bara viðleitni í að taka þátt í svara neyðarástandi og taka þátt í einhverju uppbyggilegu að þá einhvern megin og aðferðirnar eru náttúrulega mjög mismunandi það er búið að tala fjármálaeftirlitið að það myndi aldrei samþykkja aukna fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða til fjárfestingu húsnæði það er talað að það er allt skrumskjalt og það er allt gert og þess vegna kannski maður komin á svona mikla endastöð gagnvart stjórnvöldum að því að maður er búin að reyna og kannski miklu meira heldur en góðu hófi gegnir og kannski bara komin á þennan stað sem bara ekki endapunktur, þetta bara næsti hluti baráttunar að rísa upp og nota aðrar aðferðir og þetta mál sem að má ekkert bíða við getum ekkert beðið eftir næstu kjarasamningum eða stjórnvöld chip inn einhver í restina það bara ekki það bara ekki að fara að gerast Við erum auðvitað að tala þetta grunnþarfir og það í þessu auðuga samfélagi sem við lifum í sem eru auðugt samfélagi, þetta bara grátlega staða hvernig fyrir komið á leigumarkaðnum og þetta bara algjörlega hárrétt og ég held að sé akkurat þannig að það eru til ýmsar tölur sem eru þá fegraðar og bara út af því hvernig maður hefur þekkt þennan leigumarkað að þá það alveg rétt þegar ungt fólk sem kannski hjá ættingum og vinu jafnvel eða einhverju vandafólki þegar kemst í leigu þar sem undir mörkunum og fær þá húsaleigubætur það eru þeir samningar, það eru þeir upplýsingar sem eru opinberar en það sem fer upp fyrir það og ekki húsaleigubætur það ekki svona boðið upp á þessi gerðuskriðlegu samningur það ekki bara svo mjög dæmi akkurat það og þetta markaðurinn hann svo illa reguleraður
maður svo illa þetta að hugsa að það umverulega bara skelfilegt fyrir fólk. Kannski hefur maður aðskjótt inn í mitt að þegar maður heyrir sig að greiningar aðalega til dæmis frá HMS halda því fram að leiga hafi hér lækkað þú veist þegar í sjálfur sér öll dæmi sem að við höfum verið erum bara með í höndunum öll samskipti milli leigusala og leigjenda blasa við einhvern veginn allt annarri öðrum raunveruleika og þó væri ekki nema til þess að allir samningar sem eru gerðir í dag ég nú ekki með prósentuna, það örugglega 99% eru verðtryggðir þannig að leiga getur ekki lækkað við getum engum móti lækkað vegna þess að leigusamningar eru verðtryggðir mánaðarlega ekki til dæmis á 12 mánaða fresti og eru til skamstíma þannig að ég ætla bara að leyfa mig líka að nota tækifærið að hrósa ykkur hjá samtökum leigjenda bara fyrir þetta grettistak og þessa frábæru vinnu sem þið hafa verið að vinna hún bara, þú veist, aðdánaverð og ég bara svo ótrúlega bara hrifin af því sem þið eru að gera og bara, mér finnst þetta bara ég gæti ekki hrósað ykkur nægilega mikið en ég vona að þið hafi fundið stuðning frá okkur Já, en við erum bara rétt að byrja Við erum með frábæra fund á laugardaginn sem var útvarpað hér á samstöðinni þið getið fundið á YouTube rás samstöðurinnar Já, mér langar aðeins að grípa sem Þórunn var að tala þetta með húsaleigusamningar og hversu kerfið brogið það skiptir ekki máli hvort það er það leið á 200.000 eða 800.000 nei, 400.000 eða 500.000 Það eru tekjutuðina sem segja til hvað húsaleigubætur þú færð. Það segja það skiptir leigufjárhæðin ekki neinu máli, en það skiptir náttúrulega máli að því leitum til að þú þarft að hafa meiri tekjur til að borga leiguna og leiður úr komin upp fyrir ákveðin skerðingumörk sem eru fáránlega lág, að þá sækir ekki húsaleigubætur og þinglúsir ekki samninga og kemur ekki fram í opinberum tölum og þetta eru samninga líka sem er ekki, það er ekki endurnýju samningsupphæðin kannski á samningu síðan 2011. Þeir eru ennþá þarna inn í menginu og hanga þarna inn í tölunum. Þeir eru ekki uppfærðir vísitölu af því að þeir veit ekki hvaða samningar eru uppfærðir og hver ekki. Þannig að það er eiginlega ekkert rétt við þetta. Við vitum bara það að þessi tala allt og lág, en samt eins og Ragnar bent á, þá að vera að nota þessa tölu og hún er notuð á COVID-tímanum til þess að segja okkur að húsaleiga hafi lækkað af verðgildi. Ég athuga þetta nú bara. Þetta er á bilinu 0,5 til 1% á ákveðnum tímabilinum frá april 2020. Þetta er alveg rétt, en þarna erum við að tala fyrsta lagi tölur sem er ekki marktækar og svo erum við að tala líka mjög sérstakt tímabil sem 5.500 íbúðir komu inn á leigumarkaðinn og það voru ábyggilega 5 eða 10.000 mann sem fóru landi. Það var mjög sérstakt tímabil, en þetta er tímabil sem að stofnunin er ítrekað að nota til þess að gefa til kynna að nú sé tilefni fyrir leigusala til þess að hækka húsaleigu þó að raunin sé svo að frá 2011 voru húsalega hækkað 46% umfram verðlag. Þetta tímabil fór meira að segja í skýrslu starfshóps forsætisráðherra húsnæðismál sem átti að fjalla sérstaklega leigumarkaðinn og var notað til þess að réttlæta það að var eiginlega ástæðulaust að ræða leigubremsu eða leiguþak þar sem að leigu að vera lækkandi á Íslandi. Já, og svo til dæmis framsetning til dæmis hjá fjármálaráðherra varðandi húsnæðisbyrði. Núna sá ég hvernig húsnæðisbyrði hefur lækkað. Það er nú bara milli 30-40%, ég sem nálægt 40% af þeim sem eru séreign, þau skulda ekki. Og svo erum við kannski með 30% af fólki á leigumarkaðnum. Þannig við erum með lítið mengi af mjög skuldsettum fólki sem er að reyna að kaupa sér. En við erum náttúrulega með skuldlausa leigjendur þýðum til að þetta mengi, það brenglar svo mikið að þú tekur bara leigjendur út fyrir sviga og ef þú tækir þessar skuldlausa út fyrir sviga líka þá myndi þetta línuritt líti allt yfir þessu út og það lítur líka allt yfir þessu út fyrir leigjendur. Það konum bara núna um áramóti frá Hagstofunni að 26,9% leigjenda búa við íþengjandi húsnæðiskostnað hefur farið hækkandi á meðan að það hefur farið lækkandi í þessu stóra mengi þeir sem eiga á þeim tíma sem húsnæðisverð hefur hækkað sem mest og það hangir saman með þeirri staðreynd að húsnæðisverð
á markaðsverða fasteignum, það skila sér í íþyngjandi húsnæðiskostnað hjá leigjendur vegna þess að það eru fjárfestar sem eru að kaupa þetta húsnæði og setja á leigumarkaðin og framselja þessum kostnaði fyrir leigjendur. Það er svolítið skrítið að meðan að markaðsverða fasteignum kannski tvöfaldast á 2 árum að þá lækkar hlutfall þeirra eiganda með íþyngjandi húsnæðisbyrði en hækkar hjá leigjendur. Þetta er náttúrulega, Bjarni er ekki að tala um þetta hérna. Herðu, ágætu. Þetta var svo tilraunin við rauðaborðið að þetta er eiginlega búin að blanda saman en 3 dagskrárliðum. Þetta var Ásgeir Brynjar byrjaði að tala Ég hef aldrei verið svona lengi við rauðaborðið. Þess vegna held ég verði að slá þannig að við getum ábyggilega að sitja hérna og rætti þetta lengur. Sólar upp á. Það verði að gefa ykkur færið. Þetta var kostuleg tilraun að blanda þessu saman því þetta raunverulega allt saman mjög nátengt. Þórarinn, Ragnar og Guðmundur, kæra þakkir. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.